Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. á morgun gamlársdagur og þetta þriðji þátturinn í Sirpu sem við haft þetta Rauðaborðið þar sem við fengið hingað að borðinu stóran hópa fólki til þess að ræða eða svona njóta þess að við erum núna milli jól og nýjárs og þá getum við verið að tala svona tímamót, hort aftur á bak og fram á veginn og velt fyrir okkur hver svona staðan á okkur sem samfélagi og hvað eiginlega að vera. Við mögum líka að tala þunga hluti og slæma hluti því að það svo á morgun þá getum við bara kastað því á áramótabrennuna og brenta. Þannig að hér pláss fyrir allt, hérna spaug og þunga og erfiða hluti og hvað sem Til að hjálpa mér í kvöld eru hingað komin, eða rétt ókomin reyndar, Aníta da Silva Bjarnadóttir sem varaformaður samtaka leigjenda. Ég býst við að hún renni sér hérna inn fljótlega. Hérna líka Erpur Eyvindarson, hann rappari, Kópavogi. Einn af bestu sonum Kópavogs. Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, hún mannfræðingur og hefur víða farið, bjó meðal annars lengi í botni Miðjarðarhafsins. Hér líka Hildur Lillendal Viggósdóttir sem aktivisti, femínískur aktivisti. Jóhann Páll Jóhannsson, kornungur þingmaður Samfylkingarinnar, fyrrum blaðamaður og lærði einhvers konar stjórnmála, hagfræði, eitthvað út í Bretlandi. Hérna Unnur María Máney Bergsveinsdóttir sem sagnfræðingur og sirkuslistakona, svo fátt eitt sem nefnt, og Viðar Þorsteinsson sem ég held að hann hafi verið að læra einhvers konar heimspeki eða stjórnmála heimspeki eitthvað slíkt, eða ekki? Þannig fyrir framkvæmdastjóri Eflingar. Verið öll velkomin. Það kom í ljós þegar við vorum að koma okkur fyrir að það eru stór tíðindi hérna að Hildur Lillendal með COVID og til þess að geta lifað með COVID að þá hún komin inn á elliheimili. Það ekkert annað. Hvernig stendur á því, Hildur, að þú ert á elliheimili? Þetta einhver stórkostlegur misskilningur sem mjög gaman að byrja hérna á. En það vill til að ég sem tók sjálfspróf í gær sem reyndist jákvætt, stökk af stað í PCR og einangraði mig heima hjá foreldrum mínum sem eiga heima á Vesturbrún vegna þess að þau eru bæði tvö í hvíldarinnlögn á Hrafnistu. Þannig að þessi íbúð stóð auð. Ég bara hér til að hlífa fjölskyldu og vinum við drepsóttinni sem ég ber innan með mér. Og verður ein þarna yfir áramótin? Já. Fékk jákvæða niðurstöðu núna fyrir, segjum mér 3 tíma. Þannig að ég svona fóta mig í COVID-heiminum. Þetta svolítið skemmtilegt, spennandi. Ég prófa þetta áður. Og hvað að gera ein í 10 daga? Ég tók með mér fullt af bókum og svo tók ég líka með mér svona skvísudót svo ég geti málað mig fyrir áramót. Og svo ég með internet og ofsalega stórt sjónvarp. Ég sé ekki fram á að þurfa að líða mikil skort hér. Þetta 10 dagar? Já, þetta 10 dagar núna, en svo svo kannski verða þetta 7. Nú eitthvað verið að hóta því að stytta klípa af mér 3 daga. Ég veit það ekki. Ég satt einu sinni í fangilsi í 10 daga. Já, það var ekki næst. Nei, það var nefnilega, kom mér óvart sko að maður byrjar svona og alltaf bara að taka þetta, ekkert málaður í ykkur 10 daga. Ég var blaðamaður þá og fannst þetta að vera kjörið svona alltaf að skrifa greinum og gerði það reyndar. Skrifaði greinum þessa 10 daga vist sem að varði þetta 9 dagar. Á 10. degi þá, eða 9. degi þá komið til mér þess að þau bara vilt ekki bara fara heim. Að þá þurftur að nota klefan í eitthvað annað. Þannig ég var nú ekki þarna fyrir. Þá eins og stundin hjá mér verið bara mjög skrítin sko. Ég tapaði upplifun á því hver ég var inn í herberginu og það breyttist allt sko. En ég var náttúrulega ekki með, ég gæti ekki verið hort á sjónvarp og svona, ég var alveg einn með sjálfum minn nema ég mátti fara fram á gang svona, man ekki hvort það voru 2 tíma fyrir hátti og 2 tíma eftir hátti. Það getur verið að þetta reyni á eitthvað svona. Gæti alveg gert það, ég mútti að sjá til. Geta verið á netinu. Hver af ykkur, já. Nú er ég bara pakkið það. So far. Ég veit að Viðar er líka í sóttkví.
En þú ert ekki veikur, þú ert ekki með veikina. Nei, ég alveg sprúðandi hress og eiginlega allir hérna á heimilinu sem eru í þessari sóttkví, bara eitt af börnunum greindist en með mjög lítil einkenni og þetta svona, já, þetta óneitanlega svolítið svona sérstakt sko og þetta þessar spurningar sem allir hafa verið að velta fyrir sér núna upp á síðkastið sko, hvernig þetta eiginlega vera með þetta barna-COVID sko, þar sem að einkennin eru jafnvel mjög lítil og nánast engin sko, en samt eru fjölskyldurnar meira og minna náttúrulega í sóttkví eins og góðir löglínir borgarar, en ég bara tek undir með Hildi, þetta er nú margt sjálfsagt verra og þetta er skárra heldur en að vera í fangelsi. Gunnar Smári, þú verður að segja okkur. Litla fjölskylduna okkur, dóttir okkar og börnin hennar, þau fengu þetta og börnin veiktust mjög lítið. Það var, dóttirin 30 ára var svona svolítið mikið veik í kannski halvan sólarhring, en foreldrarnir voru lokaðir inni í 10 daga. Hvað segir þú, Erpur? Ert þú búinn að fá COVID? Já, ég er búinn að fá COVID, en ég var að segja að Viðar er með brjála svona green screen. Það geggjað, hann er með svona, ég held að væri á Þingvöllum. Tjekka á þessu. Auðvitað held hann að ég var á Kúbu, en ég meina, ég bara var harður á því að var á Þingvöllum, sem er alltaf glæsilegur staðar að vera á. Jú, ég fekk COVID hérna í nóvember, ég fekk Delta-afbrigði sko, og þetta er bara eins og með iPhone-una, maður reynir að grípa nýjustu típuna. Og ég fekk bara slæma flensu, ég hef fengið slæma flensu áður, en þetta var svona hressandi, maður var í óráði og maður fekk svo 2-3 daga af sko að missa bragð og lyktarskinn, sem er magnað því að maður nennti ekkert að éta þegar það var ekkert bragð á neinu. En síðan kom þetta aftur sko. Þannig að ég kom með helviti gott ónæmi, gerir ég ráð fyrir. Allavega betra ónæmi heldur en ef ég hefði fengið Janssen-sprautuna sem ég svaf yfir mig í hérna í júlí. Já. Mundurðu svona, því að nú er fólk að velta fyrir sig hvort er ekki bara best að ljúka svo af, mundurðu mæla með því að ég fengi COVID bara sem fyrst? Erpur, eftir þína reynslu af COVID? Nei, sko, ég er náttúrulega ekki bara að tala fyrir mig. Það er fullt af fólki sem fær miklu verra COVID og er í það er á lygilega margir áhættuhópar sem fólk veit ekki eins og það er í, sko. En ég held að eftir allar þessar bólusetningar og eftir að veiran er svona veikluð, þegar svo virðist vera, rannsóknir sýna það að Omikron virðist vera skaðminni, þótt hún sé meira smitandi heldur en Delta-afbrigðið og fyrri afbrigði. Þannig að ég held fyrsta skipti núna að núna sjáum við svolítið fyrir endan á þessu. Það muni allir fá sko minna skaðlegt afbrigði af þessu, en það gerist hratt, það dreifist hratt. Ég held núna að 2023 verði alveg sæmilegt ár og eðlilegt. 2023? Já. Ekki næsta ár, þetta er 2023. Ok, ég held að 2023, allan tíma spáði ég að þetta væri 23 ár, alveg frá því að ég var í Kína þegar þetta springur út. Ég var í Kína og Filippseyjum þegar COVID springur út og mér fannst þetta svo spennandi og fylgdist mikið með þessu og af öllu sem að las og kynnti sér, þá töluðu menn sem að voru svona ekki í neinum svona líðskrömmara æfingum, þeir töluðu að það yrði 23 ár allavega sem væri allt í hershöndum sko. Og mér sýnist sko, mig grunar að spáin muni rætast að það sé ekki, já, 2023 myndi ég halda allt verði orðið svona sæmilega eðlilegt. Allavega þannig að við getum unnið vinnu og lifa lífi, sko. Þannig að maður á ekki að segja gleðilegt ár fyrir 2022. Það verður svona frekar dapurt ár. Ég meina að við gerum bara gott úr þessu öllu. Það er fullt af fólki, það er bara flest fólki í heiminum sem hefur það bara mun verra heldur en við, sko, þóttum við þurfum að vera í þessum aðstæðum. Þannig að, það er alltaf einhver sem hefur það verra. Þannig að, við gerum bara gott úr þessu. En ef náttúrulega við getum endalaust gagnrýnt, sko, viðbrögð stjórnvalda og allt þetta, skilu, það er ekki þannig að maður eigi að vera bara í einhverjum jógafíling og bara, og tala ekkert það sem er en á sama tíma verðum við alltaf að hugsa
hafa það gott sko, reyna að gera það besta í stöðunni, þannig að ég held alveg að það sé gleðilegt ár, 2022 verður alveg glæslegt ár, en það verður örugglega svona, það verður óþolandi á köflum. En Jóhann Páll, spurning, maður veit ekki alveg hvort það sé gaman að tala COVID eða hvort það sé bara óbærilega leiðilegt. Þetta náttúrulega búið að vera svona loka á allri samfélagsumræði núna í 2 ár. Þú ert að koma nýr inn í pólitíkina fullur af vilja og áhuga. Ertu ekki orðinn hundleiður á sko COVID og allri umræðum COVID og vill fara að tala eitthvað sem að, meira að máli skiptir? Jú. Þetta orðið hundleiðilegt sko. Ég held að Erpur sé líka með ákveðna spádómsgáfu það geti farið einhvern veginn svona sko. Ég meina, munið ekki eftir áramótaskaupinu fyrra það sem fór hérna út að skokkað á vegg, það var 2020 árið komið bara aftur og svo bara eiginlega það rættist eiginlega, þannig að það geti gerst bara aftur núna sko. En nei, þetta er bærilegt alltaf, bara þetta ber ekki heilbrigðiskerfið ofurliði sko. En við vorum náttúrulega bara, þinginu var það var verið að fresta þingfundum núna í bara fyrradag. Aðalega bara fjárlög og fjárlega bandormurinn og svona sem yfirtóku allt núna þessar vikur sko. En það fór að seint að stað út af þessu norðvestur kjördæmis slúðri öllu og náttúrulega líka bara vegna þess að það var kosið að hausti, þannig að það var svona verið að gera hlutina svolítið hratt og illa. En það var allavega samþykkt fjárlög fyrir áramót, það er eitthvað. En ekki góð fjárlög. En segið mér, haldið að svona COVID og hvernig það hefur svona legið yfir umræðinni, hafi haft eitthvað svona áhrif? Erum við orðið svona værukærari fyrir öðrum málum, misskiptingu og það var náttúrulega voru ráðstefna loftslagsmál í haust sem að bara fjaraði út. Ég held að það var einhvern orðin að þeim hefur tekist að meira að þinna út bla bla blaið frá síðustu ráðstefnu. Þannig að, hvað segir það? Það er svona, nú maður tekið eftir svona í fréttatímum að það eru stundum sko fyrstu 2 fréttirnar COVID og það sé eiginlega ekkert að frétta COVID sko. Það er eiginlega öll mál sem eru bara svona pólitíkin þykir ekkert voðalega fréttnæm einhvern veginn meðan þetta COVID gengur yfir sko. Nei, það sko COVID og misskipting ætti að vera brjálæðislega áhugavert umræðuefni og hvaða áhrif þessi faraldur hefur einmitt á misskiptingu. Hvernig við erum í sko ólíkri stöðu til þess að takast á við þetta ástand. En það er bara ekki verið að ræða það. Dreifandi það bara fram á En það er náttúrulega mjög klassískt að það er enginn sem að gólar eins og sko, það er ekki til meiri þurfalingar í umræðinni heldur en þeir sem eiga langmest, þeir sem að stærstu stórfyrirtæki, hvort sem að Æsland eða hvað það er þeir sem að sko svo er verið að væli með því að einhver sko sem að öryrki að þeim vilji bara mögulega geta sko keypt sér sko bara að sé mögulega hangikjöt á jólunum skilu en milljarðarnir mestu þurfalingar samfélagsins og þannig kapitalisminn það er forréttaliðið og stúdía að sjá hvað að gera mikið fyrir þá sem eiga allt. En það er ekki gett rask og ég ætla ekki að væla í mér að ég er einyrki og tónlistarmaður og er á eigin kennitölu og það er raskat, við vorum sett bara á bætur og við þurfum ekki að sanna að við sækjum við vinnu, einu sem var fyrir, ef ég hef verið með fyrirtæki kringum reksturinn, þá hefði ég mögulega fengið smáræði en samt ekki og svo var það tekjastyrkurinn. En svo erum við upp á allar þessar afskiptur og það dílingar og allt sem er gert til að bjarga stærstu fyrirtækjunum sem er Þannig að datt Erpur aðeins út og fór svona á hliðina. Já, þetta er spennandi. Ég er að velta verið með hvað eiginlega er að netinu, hvort það getur verið því svo svona mörg með sleppt net eða hvort þetta sé eitthvað hérna hjá okkur. Nei, ég held að þetta sé kópavörður. Ég held að Erpur sé í svona Nokia 5110 síma að
predika yfir fjöldarinn. Þetta gervigreindin, hann hefur sagt eitthvað sem gervigreindin hefur gripið og hann hefur verið mjútaður og snúið á hlið. Þú verður að fara út og koma inn aftur. Herðu, en hvað með þetta? Nú það svolítið svona að talandi Don't Look Up sem er jólamynd Netflix. Það sem samfélag sem bara óhæft við að horfast í augu við staðreyndir og enn síður hæft til þess að móta sér einhverja leið út úr því. Það bara algjör óhæft til þess. Og svona þessi vilji til þess að bara ýta öllu sem leiðilegt út úr umræðunni, að gaggrínandinn bara fúll og leiðilegur, hann að skemma partíið. Þetta svolítið yfirgengilegt að horfa á þessa mynd því að það svo margt sem kannski minni líka á Ísland og hún sé kannski, við sem ekki kannski gengin alveg eftir mörglöng skref og Bandaríkin. En varðandi það til dæmis eins og með fyrirferð COVID í umfjöllun á síðan 2 árum, þetta ekki einhver leyti bara svona getuleysi, fjölmiðla og fleiri til þess að fjalla svona alvöru mál, svona vilji á því að vera með eitthvað sem rútína, það ég meina megnið að fólki bara samstíga í þessu COVID og það svona, við erum að þjappa okkur saman stemming og svona og bara losna við að fjalla öll mál sem einhver ágreiningur einhver leyti upplýði þetta svona, hvað segir þú Unnur? Sko, ég held sem mjög mikið til í þessu og sérstaklega líka ef við spáum aðeins í því á tímabili þá var fólk svona að skoða orðræðinni kringum COVID, kannski sérstaklega COVID að byrja, það var til mörgum hópum sem ég var, þá sett fólk svona spurningamerki við þetta orðalag. Stríði gegn COVID og við erum saman í stríðinu og sendum saman í baráttunni og stríð, það náttúrulega það besta sem þú fær til að þjappa saman þjóð. Fá fólk til að gleyma því hvað að og svona því að nú þurfum við öll að standa saman gegn óvinunum og allt það sko, þannig að ég held að sé mikið til í því. Guðrún Margrét. Já, einmitt. Sko, ég veit að ég nenni ekki að tala COVID nema á svona einhverjum svona félagsfræðilegum grunni. Ég veist það bara það segir eitthvað innra með mig þegar fólk að segja með hvað það hefur verið sprautað, eitthvað svona mundane tala COVID, ég bara æli. Þú veist, mér veist það svo, það eitthvað í mér sem bara, það fer svo í og ég hef líka svona mannesku sem ég, sko, sem á svo erfitt með að hlýða. Þú veist, það eitthvað svona innra með mér. Ég kannski var kúið einkona þegar ég var ung, svona child bride í eldgamla daga, sem önnur saga, en ég held að síðan þá hef ég alltaf átt rosalega erfitt með að hlýða og mér finnst þetta allt saman ógeðslega merkilegt svona þegar maður skoðar út frá eitthvað svona mannfræðilegum sjónarhorni, þú veist þessi krafa á að hlýða og þú veist, munið þarna í upphafi hlýðum víði og þú veist, allt þetta svona andskotinn, þetta í gangi, það heimsfaraldur, enginn efast það. Þið vitið, þú veist, þetta raunverulegt vandamál, en einhvern veginn að fólk skuli taka þetta skref og monta sig á hlýðinni við, þú veist, það eitthvað rosalega undarlegt við þetta og einhvern veginn svona, og kemur inn á þessa rosalegu polariseringu, þú veist, ef maður efast 0,5% af það sem að þríeiki boðar, að þá maður komin í eitthvað svona, kannski smá ykt, en svona flat earthers, þú veist, þú veist, maður einhver svona samsæriskenningar rugludallur, ef maður með smá svona heilbrigðan, kannski aðeins svona, þarf þetta, þú veist, svoleiðis að þetta náttúrulega rosalega. Þá ertu bara spyrt saman við Brynjar Níelsson og Trump. Já, akkurat. Og ég, en ég ekki að segja, ég bara að segja þessi tilhneiging til að fara einhvern veginn í 2 ólíka hópa og svona einhvern veginn og svo komum við með svona einhvern veginn svona týpur sem að hafa svona verið fólk sem vil hnýsast í lífi annara, þú veist, seima aðra fyrir einhvern veginn allt í og það er svona fólk á Facebook sem að segja, já, ég sá þennan mannesku, ég veit hann smitaður og allir bara, þið vitið, þetta svona, við mennirnir, við höfum ekki gott að vera í svona umhverfi þar sem þeir einhvern veginn sem að eru svona righteous með einhvers svona siðferðislega vönd fá að vaða uppi, þú veist, það eitthvað svona,
ég veit það ekki, eitthvað innra með mér sem var svo erfitt með þetta. En auðvitað skil ég þetta og ég meina ég er ekki að segja að ég sé, þú veist, í hinum hópnum, en mér finnst allt í lagi einhvern veginn að, þú veist, og efast og líka svona einhvern veginn við vinstri menn með Big Pharma. Ég meina, hvað, þú veist, af hverju er ekki full ástæði til að aðeins þetta smá svona, þið veitir svona einhvern veginn svona spurningamerki við, þú veist, 4. sprautuna, ég er ekki að segja, kannski er þetta allt saman rétt og satt, en ég bara einhvern veginn, mér finnst eitthvað óþægilegt við nútímann sem við lifum í. Það er eitthvað rosalega óþægilegt við. Og hérna... Og ég taka þess, já. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja þig Viðar vegna þess að þetta hefur stundum verið inn í umræðinni svona undanfarið. Af hverju sko vinstrið skilur sko umræðinum sko einstaklingsfrelsi eftir á hægrinu og svolítið út af þessu COVID-málum. Hvað... Er þetta ekki rétt sem að Guðrún er að segja að það sé eitthvað bogið við það að vinstri upplifir sig allt í einu að hlýða víði og vera að dreifa bóluefni frá Pfizer? Já, sko, ég sé þetta reyndar aðeins, sko, já, þú spyrir einstaklingshyggjuna, ég sé þetta kannski meira sem spurninguna sko, vísindin. Og ég má líka sko taka þráðinn aðeins þarna með sko þarna þess ágætu mynd, þarna Don't Look Up. Ég mæli með allir horfi á hana, maður á alltaf að horfa á svona myndir þegar það koma, hvað sem manni finnst þær skilur, hvort manni finnst þær vera nógu góðar eða nógu frumlegar eða hvað en þetta er klálega svona mynd augnabliksins og mjög áhugavert að skoða hana vegna þess að það er mjög beitt satíra í henni augljóslega í því hvernig hún dílar við sko stjórnmálin, hvernig hún dílar við samfélagsmiðlana og svona þetta algjöra hrun fjölmiðlana. Skarpasta ádeilan í þeirri mynd augljóslega er á fjölmiðla og svona það hvernig, þú veist, samfélagsumræðan sem er borin uppi af þeim augljóslega sem við erum öll háð, þú veist, við erum öll háð því að þurfa að skynja og upplifa veruleikann í gegnum það sem að fjölmiðlar gera fyrir okkur og bjóða okkur upp á og það er svona aðal, þú veist, bitið í þessari mynd augljóslega er að sýna hvernig þeir bregðast skyldu sinni þú veist, algjörlega og síðan, þú veist, operera bara í ganga í takt náttúrulega með ríkjandi öflum og allt það og gott ef fjölmiðlarnir eru síðan ekki bara sjálfir orðnir að einhvers konar svona alræðisafli eins og náttúrulega samfélagsmiðlarnir sem eiga á endanum, þú veist, allar persónuupplýsingarnar okkur og allt það. En það sem er mjög samt áhugavert myndina, sko, því hún er í rauninni fyrir eitthvað svona einföld, það eru góðir og vondir í henni, sko. Og þeir góðu í myndinni eru vísindamenn. Og það er svona í raun og veru aflið sem er verið að segja, þú veist, að við eigum að styðja og einhvern veginn, þú veist, undirgangast og hlýða í einhverjum skilningi, sko. Þegar vísindamennirnir koma, þá eigum við að hlusta og gera eins og þeir segja. Og ég meina, auðvitað er þetta alveg gott og rétt og satt eins langt og það nær, en því miður það er líka í þessu ákveðin barnaskap. Og mér finnst það pínu svona, þetta er eitthvað sem að við eigum, held ég, sem vinstrimenn og sem kritískt þenkjandi fólk, við eigum að svolítið held ég að rifja það upp að þú veist, við vitum alveg að þú veist, vísindi og heimur og orðræða vísindana, hún er á endanum, þú veist, ekkert algjörlega hlutlaus eða óháð öllu öðru, hún er líka bundin inn í ákveðið, þú veist, inn í ákveðin samfélagslegan og pólitískan veruleika þar sem að hagsmunir takast á og það er staðreynd að mjög stór hluti af því sem er verið að framleiða og er fyrir í dreifingu sem sko vísindi og sem niðurstöður vísindilegra rannsókn er eitthvað sem er gert jafnvel framkvæmt af einkaaðilum sem að hafa augljósa hagsmuna því að fá fram ákveðnar niðurstöður og svo framvegis. Og ég held að við þurfum að passa okkur á því að pólitík eða skilningur okkar á pólitík lendi ekki í því að við förum að halda að svarið við áskorunum geti verið svona rosalega einfalt og það geti bara verið það að fara eftir vísindunum. Og þetta svona minnir mig á kannski það sem fer mest í taugarnar á mér við Pírata sem stjórnmálahreyfingu í dag á Íslandi, svona að öðru leyti að þeim ólöstuðum á mörgu leyti. Það er ákveðin svona barnaskap og svona barnaleg trú á því að skynsemi og rökhugsun og einmitt svona ákveðin tignun á vísindum geti verið einhvern veginn svar til þess að leysa vandamál. Þess að pólitík, hún er aldrei alveg þar, skilur. Hún gerur alltaf kröfur til okkar eitthvað meira en það. Hún gerir til dæmis þá kröfu til okkar að við skipuleggjum okkur, að við séum afl einhvern veginn og þróum það og þroskum, þú veist, einhvern veginn áfram. Það vantar algjörlega í Don't Look Up myndina. Það er ekkert afl, það er engin almenningur sem birtist þar sem er raunverulegt afl. Það eina sem við höfum eru tveir gáðaðir vísindamenn. Og aftur segi ég þetta með fullri virðingu fyrir vísindamönnum, en þetta er svona ákveðin barstlegur skilningur og ég
tengi þetta við það sem hún Guðrún Margrét að segja, þetta fer stundum í töðunar mér þegar svona, þetta eins og einhvern veginn það eina sem fólki dettur í hug þegar kemur að svo stóru erfiðu spurningum samtímans, það að treysta vísindamenn. Og ég ekki að segja að við hefum ekki að treysta vísindamönnum, ég bara að segja að það ekki víst að það sé nóg. Já. Þá það kannski lýsing á samfélagi þar sem að greiningin rétt á myndinni, en svona lausnin út úr þessu röng, eða þess að greiningin á hversu slæmt ástandið er ljós. Hvernig við að komast út úr þessu kannski svona vanta svolítið upp á það, og það kannski vegna þess að það ekkert verið að fjalla eins og þú ert að nefna, hreyfingar, almannahreyfingar og svona hvernig pólitíkin að sömuleyti fylgir þessari trú sem þú ert að lýsa, sem að er höfnun á pólitíkinni, sem er höfnun á sko baráttunni og baráttu fyrir pólitík bara hafnað út, og það tekið eins og fór út fyrir í upphafi nýfrjálshyggjunnar og ekki komið inn aftur, og eftir situr þá bara trú á vísindin. Jóhann Páll, þú að leysa þetta fyrir okkur, þú vinnur við þetta. Já, þetta skemmtileg greining og kritík hjá Viðari. Að vísu vil ég nú benda á að það einmitt þannig í myndinni að annar vísindamannanna óbúslega meðvirkur á köflum gagnvart auðvaldinu í myndinni. Hann lætur teima sig þarna út í vitleysu og fer að réttlæta þá vitleysu muniði. Þannig að, en já, þetta alveg rétt að það er ekkert svona félagslegt afl í þessari mynd sem einhvern veginn tekur boltan eða en ég meina á endanum það náttúrulega, á endanum snýst þetta allt bara hagsmuni. Pólitík snýst ekki að finna einhverja rétta tæknilega lausn á einhverju, heldur að hagsmunir almennings og þá í þessu tilviki bara náttúrunnar og jarðarinnar okkar verði ofan á. Já. Þórður Snær var í gær og hann var að segja, sko, talandi þetta að samkvæmt könnunum þá vill almenningur þetta, vill ekki selja banka, vill að almenningur eigi kvótan og styrkja opinbert heilbrigðiskerfi, og þið þekkið þetta allt saman, en stjórnvöld gera alltaf eitthvað annað vegna þess að stjórnvöld náttúrulega að fara að þjóna auðvaldinu, og hann segir þú veist, hvernig stendur á þessu að við getum ekki náð þessu fram? Svarið náttúrulega hlýtur að liggja einhvern veginn einmitt í þessu sem að Viðar kannski að benda á, að það ekki baráttuaðferðirnar, að þær liggja ekki ljósað fyrir, og kannski upphaf nýfrjálshyggjunnar náttúrulega brauta niður, og við áttum að missa trú á því, að verkalýðsforinginn geti verið að vinna fyrir eigin hagsmuni eða opinberi starfsmaðurinn, eða við áttum ekki að trúa neina þessu fólki, því allir hugsa náttúrulega eins og allir aðrir, bara raskat á sjálfum sér, og þið kannist við þetta, svona bara frá 80 til 2000 þá þessu bara sturta niður, og þetta bara farið út af sviðinu. Og eftir situr, sko, það ljóst hverju svona almanna viljin bara meira og minna, en það ekki svona sátt þú veist, hvernig við að ná honum fram og hver á að gera það og með hvað hætti. Og þá kemur kannski ofurtrú á því að það komi bara einhver með lausnina, vísindamenn komi með lausnina, við bara... Já, og við sitjum eitthvað með það, og þetta einmitt eins og Viðar sagði, sko, við og sem svo áhugavert í þessari mynd, við okkur einhvern veginn gert að trúa því að vísindin séu óháð pólitíkinu og kapitalisminu, sem svo galið. Af hverju ættu þau að vera það? Við vitum alveg hvaðan fjármagn kemur. Lyfjafyrirtæki eru vísindi að uppistöðu. Hergagnaðurinn bara öflugustu vísindi í heimi. Já, og það bara auðvaldið. Og þú veist, það skrítið að búa allt í einu heimi þar sem að okkur sem einhverjum radikálum svona alltaf því bannað að setja spurningamerki við þessi skilaboð. Það óþægilegt. Það mjög óþægilegt, og það óþægilegt. Ég fann alveg ofboðslega sterkt fyrir þessu þegar að COVID var að fara af stað. Þegar ég var stundum gestur hérna við Rauðaborðið á meðan ég var föst á Kanaríeyjum út af COVID. Komst ekki til Íslands, ég var einhvers staðar á Afríkuspáni bara í lockdowni. Þá var þessi áleitna spurning sem leitaði á mig alveg út í hið óendanlega. Af hverju ég svona hlýðin?
af hverju líður mér vel með að vera að fylgja öllum þessum reglum? Af hverju er ég alveg til í að tilheyra allt í einu einhverju samfélagi sem að bara lítur gríðarlegum takmörkunum og ég bara tek því brosandi. Mér fannst það óþægilegt og finnst það ennþá og ég velti fyrir mér hversu lengi þetta getur haldið áfram og þetta kannski bara liður í, þú veist, COVID-þreytunni sem við höfum öll orðið vör við, sem er náttúrulega kannski ástæðan fyrir því að við erum núna að greina hátt í 1000 smitt á dag og ég komið með COVID hérna, að við nefndum þessu bara ekki lengur. Við canceluðum COVID. Já, heldur það sé þannig að það sé ástæðan fyrir þessum miklu smittum að fólk er bara ekki að fara eftir þessum reglum? Já, svona, auðvitað er þetta margþætt. Ómikrón er náttúrulega miklu meira smitandi heldur en afbrigðin sem við höfum kynnst hingað til og allt það. En ég held líka að við höfum þróað með okkur ákveðna óhlýðni og ákveðið kerfis. Ég veit ekki hvort það er endilega slæmt. Ég veit ekki, hvað heldur þið? En hvað segir með svona eins og þetta með þetta, það hefur ekki mátt vera að halda mótmæli í 2 ár. Fólk hefur ekki mátt koma saman og undir þessari kröfu að við eigum að hlýða yfirvöldum. Ég held að ef við takjum Kastljós síðan 2 ár, þá eru stjórnvöld í svona 75% sem viðmælendur. Þetta er bara, ríkissjónvarpið hefur breyst í svona ríkisstjórnarsjónvarp og stjórnvaldasjónvarp. Haldið þetta hafi svona varaleg áhrif og sumuleyti kannski sagan í COVID það að almennt hefur bara fólk byggt sig undir það. Það er bara andstaðan við COVID tiltölulega lítil og eiginlega öll pólitísk umræða hefur meira og minna legið í láðinni. Það kom smá breyk í COVID og þá náðum við í gegn einni svona MeToo-bylgju sem er svona í vor og sumar á meðan að COVID var ekki bara alltaf út allt en bara that's it. Annars hefur bara samfélagsumræðan verið í hléi. Já, ég hef verulegar áhyggjur af því að þetta muni hafa varanleg áhrif. Guðrún. Sko, ég veit ekki, ég heyri svo ótrúlega illa, þetta er búið að vera bara samtal. Heyrið í mér. Það líður bara eins og ég sé bara með heilaflögt, sko. Ég heyri því allir við heyrum í þér. Já, við heyrum ákveðið þér. Ok, ég ætla nú að reyna að klára núna, en ég má kannski bara röfla smá varðandi það sem ég var að reyna að grípa með að ég heyrði á. Varðandi, sko, vísindi, ef vísindi geta náttúrulega, ég myndi segja að vísindi mjög heiðarleg ef við hugsa óhæri sem að Nú heyrum við bara það er svo lérið sambandið þannig Kópavogi að þú bara dettur út og inn sko. Já, við heyrum svona þriðja hvert orð, mjög lágt. Já, þriðja hvert orð. Okay. Þú voru bara að flytja í bæinn. Sjáumst bara, þú voru að flytja í bæinn í almennilegt netsamband. En Guðrún Margrét, þú varst að biðja orðið. Já, þá fór Guðrún Margrét. Ég get aðeins spunni við þetta svo að segja smári með mótmæli og fleira. Ég er kannski pínu að tala bara út frá sjálfum ég hef verið að bjástra síðustu árin en til dæmis félagsfólk í Eflingu tókst að sko vera í verkfallsaðgerðum í sko harðasta COVID ástandinu 2020 og það þurfti að laga sig að því sko, það þurfti að gera pásu á verkfallsaðgerðum í Kópavogi og þess sem voru aðallega í Kópavogi þarna í mars 2020 en svo tókst að fara aftur á stað með það sko þegar komu síðan afléttingar þarna eftir páska þá vorið. Þannig að sko ég held að COVID hafi kannski sjálfur sér ekkert endilega sé engin svona aðal faktorbeint í því að það er svona viss kannski svona ládeyða mjög víða í pólitískri umræðu. Ég held að sé alveg þú veist, alveg til leiðir, sko, ef því til að dreifa. En ég held hins vegar að það sé, já, sannarlega svona mjög svona almenn látiða og ég kannski hugminn leitar frekar svona aðeins yfir í
fjölmiðlana og svona ákveðna hnignun þeirra. Mér finnst það að vera svona einhvern veginn svona eitt af því sem ég hefur hvað mest hugsi yfir. Núna bara varðandi samfélagsþróun á Íslandi síðustu ár. Það svona sífellt meiri útþynning í öllu sem heitir raunveruleg fréttamennska og ég tala nú ekki rannsóknarblaðamennska. Og ég held til dæmis að við skoðum eins og Helga Seljan og Samherjamálið, þá finnst mér það vera á endanum bara svona eitthvað stórkostlegasta bara áfall held ég sem fréttamennska á Íslandi hefur orðið fyrir raun og veru og allt og lítið talað það. Að þarna kemur RÚV með þennan þátt sem kannski svona það sem eftir stendur af einhvers konar rannsóknar fréttamennsku í ljósvakamiðlum á Íslandi. Það Kveikur og RÚV, það ekki mikið annað. Og og gerir þessa bombu Samherja. Og það sem eftir situr af því máli í raun og veru að lykil fréttamennirnir sem unnu þessu umfjöllun hafa verið bara beint og óbeint hraktir af vinnustanum. Skilurðu mig, hraktir yfir á aðra fjölmiðla, hraktir í einhvers konar veikindaleyfi og eini dómurinn sem hefur formlega fallið þetta mál, eini svona formlegi úrskurðurinn einhverja sekt eða sakleysi í öllu þessu máli sektardómur yfir fréttamanninum Helga Seljan. Ég hef einhvern veginn bara, þetta svona eitt af þessi ég hef átt hvað erfiðast með að kyngja, bara varðandi svona hið slæma ástand margra hluta í íslensku samfélagi svona á síðustu misserum. Og svo líka bara almennt sé þetta að öll umfjöllun eru svo bara þunn í roðinu, hún svo umfjöllanir eru svo stuttar, eru svo grunnar, fréttastofurnar eru svo illa mannar og svo framvegis og framvegis. Og ég held að ef við hugsum Don't Look Up myndina aftur í Bandaríkjunum það þó þannig að þú getur alltaf farið og fundið þér einhverja vandaða umfjöllun. Hún þarna, skilurðu. Þó að þú þurfir að hafa fyrir því að finna hana. Þú ferð til þessi miðlar og það til einhver podcast og eitthvað slíkt. En ef við erum að hugsa Ísland, hugsa fjölmiðlun á Íslandi. Ég hef sagt lengi, eini góði íslenski pólitíski umræðuþátturinn sem til þessi hér. Ég vona bara að við séum öll áttum okkur á því hver heiður það að vera í þessum þætti. Ég segi þetta í alvöru tala. Þetta langbesti pólitíski umræðuþátturinn sem til á Íslandi í dag. Þetta eini þátturinn þar sem þú færð óháða, áhugaverða til dæmis sérfræðinga til þess að koma og tala efnahagsmál. Af því að hverjir til dæmis stýra umræðum efnahagsmál á Íslandi. Það eru álitsgjafar úr greiningardeildum bankana og starfsmennirnir hjá samtökum atvinnulífsins. Þú þarft að koma hingað á internetið í svona community-based fjölmiðil sem heitir Rauða borðið til þess að fá að heyra, eitthvað annað. En svo þetta við ramman reipa draga vegna þess að hinir fjölmiðlarnir augljóslega dóminera náttúrulega alla útbreiðslu og allt það. Þannig að já, ástandið slæmt vegna þess að þetta kannski það sem reynir á þegar kemur svona einhver svona svæfandi dempunar og doða ástand eins og núna út af COVID, þá akkurat skiptir það máli að fjölmiðlarnir geti haldið okkur vakandi og haldið málum vakandi og beitt sér og svo framvegis og það orðið gríðarlega erfitt á Íslandi. Hún var daginn í þessu þætti Natasja Stoliarova sem þýðandi og útgefandi á Íslandi og búin að búa í 10 ár og ég var að spyrja hann fjölmiðlana í Rússlandi og hún sagði það svona fjölmiðlafrelsi, þú mátt eiginlega skrifa hvað sem í Rússlandi, þú alveg, eins og þú ert að lýsa út í Bandaríkjunum, þú alveg aðgengi að einhverju góðu efni, en leið og það vekur einhverju athygli að þá lendir viðkomandi í vandræðum og ég hugsaði með hann var að segja þetta nákvæmlega eins og á Íslandi, þú mátt skrifa hvað sem en leið og það vekur einhverju athygli að þá bara sett lögbann á þig eða það að þeir sem að unnu að efninu eru bara hraktir frá störfum að mörguleiti þá erum við kannski bara ættum við frekar að bera okkur saman oftar við Rússland til þess að átta okkur á því hver staðan okkar Þetta hrikalegt ástand og hugsiði líka það við bara förum aftur í þessu kosningabaráttu sósíalistaflokksins sem að dirfðist að koma og tala það að það væri það mikið bara gott að vera með óháða community baseraða fjölmiðlun í landinu. Allir íslenski fjölmiðlar sameinuðust það og stíga fram að slátra þessari hugmynd með einhverjum fáránlegri afskræmingu á því að þarna væri verið að boða einhvern stalinisme eða ég veit ekki hvað nú Þannig að meðvirknin með þessu ástandi náttúrulega
ótrúlega, get ekki bara fagna því að það sé áhugi fyrir því að efla samfélagsumræðu og hafa fjölbreyttar raddir og fólk sé að taka sig til og koma saman til þess að bæta í fjölmiðlaflóruna. Nei, það var allir sammála það að þetta sitja loki á þetta strax og þetta var notað sem einhvern veginn til þess að sverta sósíalistaflokkinn þegar einmitt til gagnstæði hefði átt að vera raun. Já, ég verði að fá að taka undir þetta. Þetta var ofboðslega spil. Jóhann, ég verði að spyrja þig, þegar þú ert... Nú fraustu, en heyrið þið í mér? Við heyrum í þér. Það er tækifærið að tala, Jóhann. Já, nota ég bara tækifærið að tala. Leika sér þegar kötturinn tala. Þetta er svolítið fyndin hugmynd, sko, að það sé einhvern veginn, að það sé einhver ægileg synd að einhver stjórnmálaflokkur eða félagasamtök haldi úti eitthvað svona fjölmiðlun en ofboðslega eðlilegt og svona pólitískt hlutlaust þegar fjölmiðlar eru gróðadrifnir. Og þetta er náttúrulega, en þegar við vorum að tala um fjölmiðla, ég bara rakst á svolítið sláandi tölur daginn, árið 2013, þá voru 2238 manns sem störfuðu í fjölmiðlum á Íslandi. Síðustu áramót, þá voru 876 sem störfuðu í fjölmiðlum á Íslandi. Þetta er náttúrulega bara lýsing á svona samfélagslegu hruni. Þú veist, auðvitað hefur það afleiðingar fyrir samfélag og fyrir samfélagsumræðu þegar starfsfólki í fjölmiðlum fækkar svona svakalega. Og auðvitað þýðir það þá að öll umræða verður... Fyrir ekki að Jóhann, ég byrði þig að endurtaka þessu tölur. Já, úr 2238 í árslok 2013 niður í 876 síðustu áramót. Þetta eru tölur sem blaðamannafélagið vekur athygli á í umsögn fjárlög. Þetta er náttúrulega bara... Er þetta blaðamenn eða hvað er inn í tölunni? Þetta er mjög áhugavert. Já, það þurfti bara að skoða. Þetta hljóta að vera allir starfsmenn, alveg bara þeir sem að vinna í bókhaldinu og öllu, þeir sem að skúra og þeir hafa aldrei verið 2000 og eitthvað blaðamenn á Íslandi. Nei, þannig að einhver leyti hljóti þetta líka að vera afleiðing af einhverju framleiðinni, aukningu og tæknibreytingum og eitthvað svoleiðis, en ég meina að það hefur samt orðið rosalega fækkun í blaðamannastéttinni og maður líka bara tekur eftir því svolítið hvað það í rauninni lítill áhugi oft á pólitík inn á fjölmiðlum, sko. Það er svona eitt af því sem ég tók líka bara sérstaklega eftir sem blaðamaður sjálfur. Mér fannst svo oft bara þegar maður var að skoða fjölmiðla og svoleiðis og spjalla við kollega hvað einhvern veginn svona oft svona eins og fólk talaði svolítið eins og það væri svona hafið yfir það einhvern veginn, pólitíkin svo náttúrulega ómerkilega einhvern veginn en meira alltaf bara þennan skúb, sko. En það er náttúrulega bara, það er bara mjög skaðlegt fyrir alla samfélagsumræðu þegar það er ekki meiri umfjöllun pólitík heldur en raun ber vitni. Að því sögðu náttúrulega þá þurfa ég er á þingi og ég var í framboði fyrir Samfylkinguna sem nú ekki feitum hesti, ég meina maður þarf auðvitað líka að horfa inn á við. Stjórnmálamenn eru að klikka á einhverju, þeim tekst ekki að ná til almennings og einhvern veginn það er einhvern veginn svona auglýsingastofurnar með snjöllustu slagorðin sem hafa vinningin svolítið í kosningum og svoleiðis. Þannig að sko það er ekki hægt að skella allri skuldinni á fjölmiðla. Já, það er nefnilega talandi um þessa mynd enn einu sinni, Don't Look Up, að til dæmis auglýsingaherferð Framsóknarflokksins passar vel í þessa mynd. Þetta er svona, við getum kallað Íslandi svona Gísla Marteins væðing umræðunar. Það má bara vera í umræðunni eða svona fittar inn í og truflar engan, truflar ekki partíð og þeim sem gætu truflar partíð er bara ekki boðið í rauðasófann. Þannig að við höfum það og endanum er þetta bara 5% af þjóðinni sem situr hann í sófanum og heldur upp í svona eitthvað rosalegu fjöri og það er eiginlega, er ekki bara best að kjósa Framsókn, er eiginlega bara beint inn í gæti verið í þessari mynd, sko. Sem er dæmi af stjórnmálavæðingu stjórnmálana, þetta slagorð, sem er ekki bara best að því að bara hafa engin stjórnmál, ef ekki bara kjósa Framsókn. Akkurat. Þetta sé bara alveg hárétt. Ég sé að Guðrún Margrét var að biðja orðið, svo ég ætla nú að það. Já, hún baði með orðið áðan og datta þessu út, ég gefi henni orðið, þá bara hvarf en svo hún komin aftur. Takk fyrir það. En já, ég ætla aðeins að minna á orð Noam Chomsky sem ég veit að við þykist vita mörg okkar höldum ekki upp á þegar hann talar þessa vestrænu umræðu í fjölmiðlum að hún sé bara orðin sko, þú skilgreinir ákveðið mjög frjótt svona mjótt skilrúm
og þar innan fer fram rosalega fjörug umræða, þið vitið, og mér heyrið í mér. Og mér sýnist sem að sú umræða sem fer fram rosalega fjörug eins og, þú veist, í Silfrinum daginn man ég einhvern veginn, það voru fulltrúa flokkana og allir sirka sammála, þið vitið, og svo sem fólk sem líka sko bundið fjölskylduböndum alls konar, þú veist, það einhvern veginn ofboðslega verið að ræða mjög alvarlega og kláran máta ofboðslega þröng sjónarmið elítunnar. Og málið leið að við einhvern veginn gerum okkur grein fyrir þessu og eins og Erpur kom inn á þarna í raun og veru þeir sem höfðu fengið eitthvað svona compensations út af COVID væru þeir sem væru ríkustu, skiljiði, og einhver smá uppbót fyrir öryrkja, þarna undir, þú veist, einhver 20.000 króna uppbót fyrir öryrkja í desember. Svo það sem ég held að við þurfum að fatta stjórnmál fyrir efsta lagið. Ég veit að við höldum það ekki, en einhvern veginn verðum við alltaf að líta á sko afleiðingar af gjörðum. Af hverju ríkastu örfáu prósentin alltaf verða ríkari? Þið vitið, þetta svolítið, og leið og við erum alltaf einhvern veginn svona litlu maurar að ræða smáu málin, að þá einhvern veginn verða þessi hluti bara áfram og leiðilegt einhvern veginn að segja þetta, en ég held að við verðum einhvern veginn að átta okkur á þessu og að því ég hef nú mikið verið í Arabalöndunum og þekki þá pressu og þá umræði þar, að þess vegna kannski ég í fíl út í þessa COVID-tal, vegna þess að ég sé hvernig COVID notað til dæmis í Líbanon. Fólk getur ekki farið út á götu til þess að mótmæla hryllilegum stjórnvöldum sem eru gjörsamlega að, ég meina eins hræðilega léleg og hægt bara spilling ekki eins og hægt orð til að nota yfir þetta fólk, svoleiðis að, og kannski aðeins ef við pælum í þessu, sko, ef við erum með rosalega þrönga umræðu sem einhvern veginn raun og veru alltaf hampar valdinu og svo erum við með ofboðslega mikla hlýðni þar sem að þeir sem eru mest hlýðni vilja monta sig af því, þá eitthvað þið vitið, þetta eitthvað svona, þú veist, þessum veruleika sem við búum í og einhvern veginn, og svo verður maður eitthvað svona hallærislega cynical og nennir ekki að tala neitt af því maður einhvern veginn búin að sjá í gegnum þetta allt saman. Ég meina það ekki þannig, ég held samt að við verðum að átta okkur á því í raun og veru hvernig veruleikin og þið eru alltaf að tala þessa mynd Don't Look Up sem mér fannst persónulega alveg hroðalega hallærisleg. Ég held hún hafi verið gefin út á no time og ekkert persónusköpun, allt svo illa unnið, en ég skildi konseptið. Þið vitið, auðvitað þetta svona, þú veist, auðvitað einhver svona ofboðslega svona gagnrýni, súrrealísk gagnrýni á veruleikann eins og hann og kannski eitthvað til í þér, mér finnst þetta bara svo slæm mynd. En allavega, en svo lesa, ég kannski að vaða voru einu í annað, en ég meina bara hlýðni, plus það einhvern veginn að elítan ráði öllu ekki gott kombo. Ég tala þetta með svona sviðsetta umræðu sem að tilheyrir bara við lítinn hluta þjóðarinnar, að ég verið að vinna með samtöku leigjenda við að endurreisa þau og einn félagi okkar, Guðmundur Hrafn Arngrímsson, fór í viðtal morgunútvarpsins á Rás 2 held ég, frekar Rás 1. Og ég fór inn á rúv.is og leitaði hvenær hefði síðast verið talað við leigjanda sem leigjanda og síðasta rödd leigjanda sem ég fann var 860 dögum áður, þar sem að var lesin hluti út úr yfirlýsingu leigjanda hjá Félagsstofnun stúdenta út af bruna sem var í húsinu og ég bara gat ekki leitað annað en á 860 dögum þar sem að hækkun leigu og skert lífskjör eða svona helsta ástæðan fyrir skertum lífskjörum 1000 fjölskylda, líklega sko þetta stærsta atriði í lífi 25.000 fjölskyldna eða svona 65.000 manna. Ríkisútvarpið sem kallað sig þjóðarútvarp á góðum dögum hafði á 860 dögum tekist að ekki yrða á þennan hóp. Og ég kannast eiginlega ekki við neina svona athugasemdir við þetta. Ég kannast bara við það að hinn menntaða millistétt, hún fer og faðma ríkisútvarpið á tyllidögum til þess að verja það.
til þess að verja raunverulega sko stefnu sem að einmitt eins og Guðrún að lýsa, sem bara hugmyndaheimur ykkur örfára, kannski 15, kannski mestalagi 15% af þjóðurinni, sem þröngvað inn á hinnu og öllum öðrum haldið frá. Það örsjaldan sem að maður heyrir sko erlendan framburð á íslensku í Ríkisútvarpinu og ef að það gerist, að þá þau sér afmörkuðum þáttum, bara eins og harmoníkutónlist. Það sem að tala við, nú á að tala við útlendinga í 30 mínútur. En það að þeir komi og tali sínu eigin máli í settinu, í kvöldfréttunum eða í kastljósinu, að þeir tali sínu eigin máli í fréttum, það bara gerist ekki frekar en leigjendur, ekki frekar en fátækt eftirvinna fólk, ekki frekar en bara fólki sem bara ekki með inn í þessum heimi. Og ég held að þetta sé sko, þetta veldur því að maður veltir fyrir sér hvernig ætlum við að laga samfélagið ef að sko lýðræðisvettvangurinn og umræðuvettvangurinn í þessum heimlum, hvernig veröldinni og hvaða glóruleysið það hjá okkur sem sittum hér að halda það að við getum breytt samfélaginu ef að sko tækin til þess og vettvangurinn til þess, leikvangurinn til þess í þessu ástandi. Því afsakið, ég bara misti mig þess. Já, ég ætla nú bara að fá að taka þennan þráð aðeins, því þegar þú varst að segja þetta með Guðmund Hrafn og viðtalið leigjendur, þá var mér hugsað til þess þegar hún félagi okkar Ástadís fór einmitt í viðtal líka hjá Morgunútvarpi Ástöðu öfuglega sama, til þess að tala málefni fólks í fátækt sem hún hefur verið mjög svona öflugur fulltrúi fyrir. Mér var svo minnistætt hvað viðtalið var sérstakt og svona þvingað af hálfu sko þáttastjórnandar sem tók viðtalið, sem var greinilega svo rosalega svona óvanur því að tala við svona manneski. Einhverja manneski sem var ekki svona einhvern veginn, þú veist, þjálfuð eða svona úr þessari stétt þeirra sem að náttúrulega dóminerar alla svona umræðu sem fólk sem á launum hjá einhverjum vel fjármögnuðum sko hagsmunasamtökum við það að koma fram í fjölmiðlum og svona eitthvað. En það var ekki það að Ástadís væri ekki góð og öflug í viðtalinu og bara frábær eins og hún en það var, maður skynjaði þetta var bara svona, það var eins og fréttamaður, hann var þarna komin einhver dýrategund sem átti ekki heima í stúdíónu, skilur, og maður nánast svona hostilitet í því hvernig var komið fram við hana, sem var alveg, mér fannst þetta mjög eftirminnilegt. En ég meina, já, öll svona umræða, hún orðin óbúslega þunn og þetta svona ákveðin vítarhingur, ég meina, fólk verður þreytt líka á stjórnmálum þegar að það sér þau svona sviðsett, þegar það fær þessa tilfinningu að þú veist, núna einhver svona fígur eins og Þorgerður Katrín, hún kemur og hún á að halda uppi sko stjórnarandstöðu, hún á að vera stjórnarandstaðan í landinu, svo byrjar hún að tala og það svo augljóslega sviðsett, þetta svo augljóslega óheiðarlegt og svo augljóst hvað hún myndi einmitt segja eitthvað þver og öfugt ef hún væri í ríkisstjórn sko, þetta blasir bara svo við og þetta skapar auðvitað svona þessa, þú veist, miklu þreytu hjá fólki og svona vissa apatíu. Og mér verður hugsað náttúrulega til, þú veist, við erum alltaf ekki búin að tala mikið kosningarnar hérna, en alltaf kannski eftir að við erum hérna með fulltrúa frá tveimur flokkum sem eins og Jóhann Páll sagði, kannski gekk ekki sérlega vel í þessum kosningum, þess vegna viljum við kannski ekki tala það, en mér finnst ágætt að tala það. Menn að það mjög áhugavert til dæmis að kjósendur hafi snúið sér til Framsóknarflokksins fremur en Samfylkingarinnar. Þegar Samfylkingin var augljóslega með sko miklu öflugri og meira samfærandi og svona trúverðugri málflutning í allri sinni pólitík í þessari kosningabaráttu og með sko tvo bara fremur glæsilega nýja fulltrúa þarna sem eru að mínum mati Jóhann Páll og Kristrún Frostadóttir. Líka mjög áhugavert að sjá hvernig kjósendur snéru sér til flokks fólksins frekar heldur en sósíalistaflokkurinn. Þrátt fyrir að sósíalistaflokkurinn hefði miklu augljóslega dýpri og svona vandaðri og úthugsaðri og frjórri og frumlegri og beittari nálganir á þau vandamál og nákvæmlega sömu vandamál. Þess að ég held að fólk hafi kosið flokk fólksins af nákvæmlega sömu ástæðum og það hefði átt að kjósa sósíalistaflokkinn og hafi einmitt líka verið svona svolítið með sömu demografíuna. Og svo sé ég þetta pínu svona speglast líka þarna með problemi með Framsóknarflokkinn og Samfylkinguna. En ég held að sko bæði flokkur fólksins og Framsóknarflokkurinn í þessari kosningabaráttu fóru sko leið hinnar óbúslega svona yfirborðskenndu nálgunar í sinni baráttu. Óbúslega yfirborðskennd nálgun og þetta hvernig Framsóknarflokkurinn fer og segir, ég meina þetta náttúrulega algjörlega bara sögulegt skilur með þetta slagorð þeirra sko. Akkur ekki bara kjósa Framsókn. Þú veist, ég meina þetta er svo mikið móðgun við okkur en á sama tíma þetta svolítið svona ótrúlega snjallt skilur og það ótrúlega brútal að horfa upp á það að þetta hafi verið bara gengið og verið bara á endanum virkilega besta slagur þessara kosningabaráttu. Og svo flokkur fólksins sem að fóra á endanum fram með sko auglýsingar sem voru bara einhverju tveir einfaldir skærir litir
andlitsmyndir af Tomma og Ingu og einhver svona ein upphæð. Þetta var einhvern veginn svona alveg óbáslega svona soðið niður í sko fullkomin einfaldleika. En ég held að þeir hafi báðir uppskorið því miður, dálítið ríkulega, á kostnað, þú veist, þeirra afla sem að voru miklu verðuri að fá þessi atkvæði og mér finnst þetta að segja mikið þessa svona afstjórnmálavæðingu stjórnmálana sem er í gangi. Og þetta náttúrulega líka leiðir hugum hans að því hvernig sko þetta stjórnarmynstur sem við erum núna að sjá, sko það svona martröð mín, ég vakna svona öskrandi í svitakost á næturnar, það svona martröð mín sko að þetta stjórnarmynstur, þú veist, akkur gæti það ekki bara haldið eilífu, eða pælið í þessi 3 flokkar, akkur ætti ekki bara geta haldið eilífu, vegna þess að það sem þetta gerir að þetta sko neutraliserar þetta alla stjórnarandstöðu, vegna þess að þarna ertu búin að svona brúa það sem ætti að heita sko, þú veist, helstu andstæðurnar í stjórnmálum sem gerir þá hinum náttúrulega erfitt að skipuleggja sig á móti og það allt. En akkur þetta hægt? Jú, þetta náttúrulega hægt á endanum út af þessari algjöru af stjórnmálavæðingu stjórnmála. Þú veist, það bara ekki það mikill munur. Flokkarnir opererar á einhverju svona hreinni, þú veist, realpólitík og þeir eiga bara miklu auðveldara með að ná saman heldur en að við höfum kannski nokkurn tímann áttað okkur á sjálf. Og ég held því miður að svona allar þessar réttlætingar fyrir þessu sem hefði kannski verið hægt að draga upp, sem ég veit að innan Vinstri grænna eru svona gengur lengi út af það að rifja upp sko hvernig var nú hægt að vinna á sínum tíma með Gunnari Thoroddsen og eitthvað svona. Þú veist, þetta allt saman einhvern veginn fokið út í veður og vind, skilur. Ég held að til dæmis Vinstri græn núna í félagsmálaráðuneytinu eða félags- og vinnumarkaðsmálaráðuneytinu ætli sér ekki að gera neitt. Það verður ekkert progressíft. Það ekkert, það myndi ekki koma neitt. Og öfugt til dæmis Svavar Gestsson í kringum 1980 sem félagsmálaráðherra sem að þó tókst að koma ýmsum framfaramálum í gegn á Alþingi í samstarfi Sjálfstæðisflokks, það alveg sagt, hún tókst það. En það verður ekkert svoleiðis því miður. Þetta allt saman bara, þú veist, að halda einhvern veginn óbreyttu ástandi. Hann náði meðal annars fram í að 40% af byggingum yrðu félagslegar 1980, en ég held að sko ekki að fara að gera það. Áður en að því að þetta var nú eiginlega svona lestur fyrir Jóhann, en Unnur, hvernig upplifir þú svona stjórnmáli? Varst þú fyrir vonbrigðum með kosningarnar? Já, svona, sko, já, ég var fyrir vonbrigðum, en ég var ekki droslega hissa. Það því miður, sko það bæði þessi og við erum að tala það af stjórnmálavæðingin, en á sama tíma þá hefði ég líka bara, að maður horfið svolítið yfir söguna síðustu áratugin, okkur hefur svolítið verið talin trú á það að við sem eru venjulegt fólk, við getum ekkert skilið stjórnmál, þetta séu bara sérfræðingar og eitthvað svona, þetta er líka þessi sérfræðivæðing og það held ég letur fólk rosalega mikið til þess að taka pólitíska afstöðu, taka þátt í pólitískri umræðu. Þetta er svolítið margþætt, en já, ég var fyrir vonbrigðum, en ég var ekkert hissa. Ég var ekkert hissa því Flokkur fólksins næði góðri kosningu með einhver svona katsidóti og með Tomma, ég meina elsku við ekki öll Tomma borgara. En áttu þá við að sko stjórnmálin sem væri þá svona mál og úrlausnarmál samfélagsmál ef við tökum þetta sem dæmi eða eitthvað slíkt, að það sé látið og það sé verkefni fyrir sérfræðingana og því stilt upp svona einhverju tæknilegur úrlausnarefni, en síðan kannski í umræðinni að þá almenningi boðið upp á það, þú veist, hver með besta slagorðið, hvernig kom þessi út, hvernig fæst það að svara þessu, hann nú helviti reffilegur og líkar ekki öllum vel við hana Katrínu að það sé verið að halda stjórnmálum á þessu lefilega almenningi og að hann kannski almenningur svona lítur út á hann eða taka afstöðu til þess eins og sé að kjósa í Idol eða einhverjum mannskotnum? Jú, þetta er nákvæmlega spurning kjörþokka sem orð sem var ekki til þegar ég fæddist en bara mjög algengt núna og mér finnst það svolítið sína munin á stjórnmálunum einmitt í kringum 1980 þegar Svavar Gestsson nær fram sínum málum þrátt fyrir og svo málunum eins og þeir í dag. Og það skiptir rosalega miklu máli að almenningi finnist að bara við venjulega fólkið eigum eitthvað tilkall til þess að taka þátt í pólitískri umræðu. En þetta eins og með mjög mörgt annað. Þú veist, auðvitað ég ekki að tala móti sérfræðingum, hvorki þegar kemur að COVID eða sagfræði eða sirkus eða öðru. En það mér finnst mjög áberandi með stjórnmála, það búið að færa þau bara út úr svolítið okkar ramma. Það
almenningi hefur verið talin trú að við höfum ekki forsönd til þess að skilja stjórnmálin eða hafa skoðun á því. En fyrir 40-50 árum, þá var verkafólk ekkert að hika með því að hafa skoðanir á hlutunum og ræða hlutun á kaffistofu. Og það stóra breytingin sem að ég sé. Og þess vegna það stýrst þetta allt bara í dag kjörflokka og skoðun og rétta gula litinn og... Ég man að því upp því að þessi þáttur byrjaði í upphafi COVID og þá vorum við svolítið að vera að ræða hlutu. Ég man að þá kom Guðrún Johnson hérna og það sem að hennar helsta gagnrýni á stjórnvöld voru þá að stjórnvöld kæmu bara innan úr einhverju bakarbyrgi og tilkynntu almenningi hvað aðgerðir þetta að gera. Það sem að hún var eiginlega að biðja stjórnvöld að segja, við stöndum fram með þessu vanda, kostinni sem við höfum eru þessi eða þessi að fara þess að. Hún var að óska eftir að stjórnvöldum myndu presentera væru þáttakendur í bæði í vandanum og lausninni. Rímar þetta eitthvað við það sem að þína upplöfunum? Sorry, Mári, má ég aðeins? Já, ekki svo vel. Sjáu þið hvernig einmitt þessi hugmynd hefur hvernig stjórnarmyndunar viðræður gengur fyrir sig núna. Auðvitað gengur þær fyrir sig í einhverjum svona rólegheitum og einhverju kyrrþey í skugga norðvesturkjördæmis og öllu sem þar var í gangi. En ég gat ekki betur séð en að það væri 3 manneskjur sem stæðu í þessum stjórnarmyndunarviðræðum, útdeildu stólum, ákveðtu hvaða manneskja ætti að vera í hvaða embætti. Það kom engum við hvað var í gangi í því samtali. Og stokkuðu upp stjórnarráðið. Sjálfur kannski fengu að frétta þetta korteri áður en það var tilkynnt og voru þá ekki einu sinni búin að lesa stjórnarsáttmálann sko. Já, 3 manneskjur gerðu þetta. Ég myndi eitthvað bara að það verða heilbrigðisráðherra og fá svona 10 mínútur til að lesa bara stefnu nýrrar ríkisstjórnar í heilbrigðismál. Geturðu Þetta svo mikil vanvirðing við bara ekki bara kjósendur, heldur samflokksfólkið þitt, verðandi ríkisstjórn með bara, og þetta svo Guðrún Margrét. Hann einmitt búið að vera bara alveg síðan COVID hófst bæði á sóttvarnarhliðinni og á efnahagsmálahliðinni. Ég meina á sóttvarnarhliðinni til dæmis bara þannig að samkvæmt sóttvarnarlögum þá á sóttvarnaráð að vera til ráðgjafar sóttvarnaraðgerðir. Það hefur aldrei verið kallað, það hefur einu sinni fundað held ég frá því að COVID hófst. Þetta allt bara svona einhvern veginn gert í einhverju bakherbergi, einhverju 2-3 sérfræðingar einhvern veginn og svo bara tilkynnt. Það líka bara í stjórnmálaflokkunum á Íslandi meira og minna horfið. Þetta svona svokallaða, eins og kallað þetta bakland eða hvað þetta kallað svona, hópar, virkra flokksmanna sem raunverulega, mæta á fundi, þá ég að tala svona innan flokks viðburði og eru þar að kannski að beita einhverju aðhaldi gagnvart leiðtogunum, spyrja spurninga og eitthvað slíkt. Þetta orðið ofboðslega þunnt og fámennt og maður heyrir það núna líka innan úr stjórnmálaflokkunum og þeir eiga bara í hvínandi erfiðleikum með að manna bara svona einföldustu sjálfboðalega verkefni í kringum kosningar eins og bara að fá fólk til að koma í útrengingar og eitthvað svona. Þetta fólk ekki lengur til og það sem maður heyrir að þetta eru eldri æla milljónum í stjórnmálaflokkana einmitt í nafni þess að þeir séu svo mikilvægar félagslegar einingar. Já, nei, akkurat, en þeir peningar gera náttúrulega auglýsingakostnað á Facebook og svona. Akkurat. Og þeir sem halda uppi, þið veitir svona svo, ef það einhver svona útringiveru og eitthvað svona hjá flokkunum, þá eru þetta eldri borgarar með fullri virðingu fyrir þeim, sem ekki bara því að þeir hafi tíman eða eitthvað, það af því þetta eina fólki sem eftir sem bara kann þetta. Þau bara vanist þess að þetta sé eitthvað þing, að þú farir eitthvað svona og vinnir fyrir flokkiðinn og eitthvað svona, Ég meina, í dag allt svona, þú kaupir þetta bara, þú kaupir þetta dýrum dómum frá svona fyrirtækjum sem vinna við þetta, sem hringja og markaðssetja eða eitthvað svona. Þannig að þetta náttúrulega alveg og
ótrúlegt ástand, en ég held samt segja kannski út af því sem að Unnur var að segja, sko, ég held að þrátt fyrir alla þessa hnignun, þá það nú samt þannig að fólk ennþá að tala saman á kaffistofunni, svo sannarlega. Og ég kynntist því í starfinu mínu hjá Eflingu að, þú veist, leið og þú sko býrð til, þú veist, vettvanginn og býður, þú veist, fólki að koma, þú veist, inn og vera með í starfinu, eins og til dæmis við gerum í Eflingu í sambandi við samninganefndir, að þá finnum maður að, þú veist, þetta hægt, þú getur fengið fólki til þess að koma, en ég ætla líka alveg að vera hreinskilinn, það þarf að hafa fyrir því, það kemur ekkert alveg af sjálfu sér, ekki nóg að opna bara dyrnar, þú þarft að gera eitthvað, þú veist, meira, þú þarft að reyna að hafa eitthvað skipulag á því og eitthvað svona, en best auðvitað sko þegar að fólk finnur að það hafi, þú veist, eitthvað raunverulega áhrif og sé eitthvað svona point og tilgangur í því að, þú veist, fara og vera þar. Og þá þarftu náttúrulega geta gefið fólki sýnt í það traust að það hafi, þú veist, raunverulegan þátttöku rétt. En á málum sé ekki bara, þú veist, vísa til sérfræðinga og ég held að, þú veist, eins og við skoðum verkalýðshreyfinguna í dag, þá þessi sérfræðingavæðing orðin mjög mikil og flest til dæmis stéttarfélög á Íslandi vinna bara þannig að það eru sérfræðingar sem að til dæmis sjá kjaraviðræður alfarið, þú veist, og öll sú vinna, hún talin vera bara tæknilegs eðlis, hún á ekkert að það tala eins og hún gangi ekki út á neitt annað en að, þú veist, reikna eitthvað út og setja saman eitthvað gögn í línurit og eitthvað svona sem að kannski þú veist, verka og lánafólk ekkert endilega eitthvað mjög verserað í að gera, skilur, og þá verður þessi tilfinning okkur þetta ekkert fyrir mig, skilur. En býtu, svo ef það, þú veist, svo þetta eru ákvarðanir samt sem áður sem þarf að taka og ræða sig í gegnum og þá bara hægt að, þú veist, þroska þetta áfram og vinna það áfram og þá nærðu líka miklu meiri árangri vegna þess að akkur sigruðu vísindamennirnir ekki í Don't Look Up, akkur sigra sérfræðingarnir ekki. Það ekkert af því að þeir séu ekki sko velmeinandi eða klárir. Það af því þeir hafa ekki með sér, þú veist, stóru sleggjuna sem að náttúrulega bara kraftur og fjöldi fólksins sem að þarf alltaf að vera með. Má ég aðeins grípa boltan einmitt frá Viðari, kannski aðeins áður, hérna í þessu með, þú veist, þessa afstjórnmálavæðingu. Þetta þú veist, mér finnst allavega áður en sósíalistaflokkurinn kom, þá var ég algjörlega landlaus í pólitík og maður var svona einhvern veginn að reyna veltaði fyrir sig hvað hafði gerst, akkur vinstrið, akkur samsama ég ekkert mikið lengur við vinstrið og og ég leitaði í smiðjumanni fræðingsins Tariq Ali sem talar þarna The Extreme Center og búin að greina í raun og veru þessa vestræna stjórnmála umræðu, tala svona dauða vinstrisins og í raun og veru ef að stjórnmálaflokkar á vinstri og hægri vængnum orðnir sammála grundvallar þáttum. Þið vitið að bankakerfið eigi að stýra efnahagskerfinu það að það sko svona í samhengi Bretlandi, hervæðingin, þið vitið, þessi ofboðslega svona njósnabúnaður gagnvart borgurunum, ef að allir eru sirka sammála þessi atriði að þá það svo fátt sem þeir eru ósammála og mér hefur sýnst þetta vera eins og því ég sá daginn hérna í Silfrinu því ég var að segja frá að það voru allir sirka sammála hvað þurfti að gera og í staðinn fyrir það, þú veist, eins og kannski með hana Katrínu Jakobsdóttur, sko, þú veist, ef ég væri hún, væri ég mjög stressuð við því að það eru svo margir sjálfstæðismenn sem elska hana. Ég meina, það ekki gott, Katrín Jakobsdóttir, það ekki eitthvað sem þú átt að monta það af. Þú veitur, svolítið sem maður einhvern veginn svona, áný, veruleikinn í dag mjög ruglingslegur og mér minnistætt Katrín Jakobsdóttir sem í félagi herstaða andstæðinga þeirra á NATO-fund þar sem hún að tala 1325 svona í raun og veru reynir að leggja áherslu á kvenréttindi og maður einhvern veginn svona nei, nú hættir þú veist, ekki vera að tengja einhverja, sko, þú veist, einhvern veginn til að bjarga þinni vinstrimennsku að fara að tala við NATO að fara að tala kvenréttindi, það ertu bara að rugla mig í rýminu, sko. Og þetta einmitt þetta sem Tariq Ali að tala það alltaf verið að fokk í hausnum á manni. Svoleiðis að eitthvað svona, þú veist, á grundvelli NATO, á vettvangi NATO þú að tala að, þú veist, einhvern veginn að þarft að fá fleiri hermenn kvenkyni og helst fleiri, sko, bardaga, sko, konur í Air Force og, þú veist, give me a break, sko. En veistu það, ég held að almenningur á Íslandi, fyrir Guðrún, ég held að almenningur á Íslandi haldi að NATO séu góðgerðarsamtök. Já.
Ég eiginlega ekki að grínast, af því, þú veist, ég held að fólk haldi það bara, þetta ruglast allt bara óalega mikið saman eitthvað, þú veist, bara eitthvað þú veist, UNICEF og eitthvað svona, þetta eitthvað fólk sem fer í einhverja búninga og einhvers staðar í einhverjum fjarlægum löndum að bjástra, skilurðu, og svo fólk, Íslendingar sem hafa verið í NATO að taka þátt í ofbeldisfullu hernámi, skilurðu, ofbeldisfullu hernám á landi, ég meina þetta, þú veist, fólk kom hérna, þau eru álitsgjafar og þau eru komin að segja frá þessu og þetta allt saman bara alveg þetta bara eins og þetta væru starfsmenn hjá Rauða krossinum eitthvað svoleiðis, eins og að verkefni NATO í Afganistan hafi verið góðgerðar prójekt. Já, akkurat, og svo hjartanlega sammála, það þetta sem ég að segja, þú veist, það svo erfitt að vera bara, sko, þú veist, vinstri manneskja í dag finnst mér einhvern veginn svona, þú veist, það allir cirka bát sammála, það einhvern veginn svona bara sorry á Alþingi, ég meina cirka bát fólk sem tengist sömu fjölskyldu þó þau séu á ólíkum, þú veist, ég að íkja, en þó fólk séu að, sko, svona okkur veginn ólíkum stað í pólitíkinni, svoleiðis að, þú veist, það alltaf þetta og líka fyrir utan það alltaf verið að fokki mann, alltaf verið að rugla hlutum saman og ég var einmitt búin að reyfa upp eitthvað fleiri mál, hvernig einhvern veginn svona, ég ætla að gefa kannski bara pingu lítið dæmi frá hérna Gulf-Arabalöndunum hérna, þegar var blastir út all Vesturlönd hvað það væri mikið að gerast í Sádi-Arabíu í sambandi við kvenréttindi. Og þá höfðu konur verið hleypt inn í það að læra að vera herkonur og fljúga orrustuflugvél. Þannig að jafnréttinu náð. Þú veist, þetta svona, þú veist, ég ger eitthvað ýktustu mynd af þessu einhvern veginn andrúmslofti sem ég held að við lifum öll í. Og það ekkert skrítið þó við séum ringluð og einhvern veginn, þið vitið, en bara þeim mikilvægt að vera gagnrýnin, I guess, þið vitið. Og eins og Viðar kemur inn að núna með að virka neðsta lagið, bara virkaðu, ég held að það sé eina leiðin til að breyta þessu. Mér langar svo ofsalega mikið að peka þetta upp og spennandi að við séum aðeins farin að ræða kvenfrelsi. Daginn sem að ég kalla eftir fleiri konum í stjórnunarstöðum í NATO, þá megið bara hringja í mig og segja mér að skutla mér yfir á Hrafnistu og málið þau. Okay. En það svo margt í þessu sem að tengist, eins og slagorðið af hverju ekki bara kjósa Framsókn. Akkurat. Sem sko, það svo brutal self-fulfilling prophecy, einhvern veginn. Við endum öll, ekki kannski við persónulega við þetta borð, en fullt af fólki bara já, why not? Af hverju ekki? Og það bara gerist, af því að þetta virkar. Og fallegu, gulu og bleiku litirnir. Og á endanum, og ég veit ekki, það klísi og astnalegt að tala andverðleika samfélag, en mér líður svolítið þannig, og það tengist svo beint inn í kvennabaráttuna og ýmislegt sem að gerast í henni akkurat í dag, sem að ég kann nú kannski ekkert að vera að ræða mjög opinskátt hér, en það hafa verið að koma fram konur með ásakanir og lýsingar á brotum svona kalla úr efstalaginu á hér undanfarna dag og vikur og mánuði. Og þessar konur eru ekki teknar eins alvarlega og ég tekin þegar ég segi eitthvað eða Guðrún Margrét eða Unu María. Þær hafa ekki sömu röddina. Það ýmislegt sem að, þú veist, þær eru bara kannski ekki nógu mikil millistétt. Já. Eða eru með sílíkon. Eða þú veist, orða hlutin eitthvað klaufalega. Og þetta það sem predatorarnir í efri stéttunum gera. Þeir velja sér þolendur sem þeir vita að enginn tekur mark á.
Og já, má ég grípa orðið frá Hildi því þetta náttúrulega, þetta svo rétt og ég veit það að Hildur, mér þykir gruna að þú sért alveg sammála mér að það auðvitað þó við sem að dissa nútímann, að þá sumt í honum náttúrulega stórbrótið. Ó, guð, já. Og það hugsið ykkur það að það hafi verið gerðin MeToo annáll í gær af Stöð 2, þú veist, ég bara fekk tár í augun og þetta svo mikill grundvallarbreyting og í raun og veru velti maður fyrir sér bara mega kallar ekki nauðga lengur, þið vitið, þetta basically sjokkirandi fyrir svona gamla femma eins og mig grunar hérna okkur allar hér sem ég meina þetta mega og það að heyra fólk bara segja réttarkerfið getur ekki höndla nauðganir. Réttarkerfið var búið til fyrir enga og eignarétt efri stéttarkalla. Þannig að það getur það ekki. Þegar þetta lagakerfi er búið til, að þá náttúrulega konur eignir. Og bara ef maður drullast til að fatta þetta, þá skilur maður akkur, engin kallinn nokkuð tíman, lendir nokkuð tíman í einhverju vandræðum eftir að nauðga. Svo hlutir að breytast núna og maður einhvern veginn bara svona opinmyndur, alls konar, eins og Hildur segir, þú veist, þessi kvísl, þessir elítu kallar sem hafa verið að níðast á konur sem koma og dansa fyrir þá einhverju sumarbústað, hugsa ykkur óöryggi fyrir umgjörð konuna. Og svo einmitt einhver að þykjast fara að seima hana fyrir að mæta. Þú veist, þetta eitthvað sem ég verulega áhyggjur af og ég held að við ættum bara að hafa öll skilningu við opin fyrir og velta mikið fyrir okkur. Það stéttaskiptingin meðal þolenda. Meðal þolenda sem stíga fram. Hvenær tökum við mark á konum? Hvernig þurfa þær að vera til þess að þær séu marktakar, til þess að við hlustum á þær? Hversu langt þurfa þær að ganga, hversu vel þurfa þær að koma sögunni sinni frá sér? Það ennþá þetta þeir sem eru svona öflugir og góðir talsmenn og leiðtogar eins og kannski þú Hildur þurfa náttúrulega að passa sig því það náttúrulega, þá verður til svona standard sem að verður erfitt fyrir aðra og sem eru þá ekki nógu fullkomnir í því þegar þeir síðan stíga fram og þetta ennþá náttúrulega svona þessi mýta þú veist, hinn fullkomna þolanda og allt það sem verður að tikka í öll bóksin. En mér langaði nú bara að segja því að við erum kannski búin að vera á aðeins svona þunglindislegum nótum aðeins að tala hversu vont það að vera vinstrimaður í dag, það frekar slæmt skilur, ég bara hreinskilinn, en það nú samt þannig ég hugsa aftur til fyrir mér, ég af þeirri kynslóð að búsáhaldabyltingin 2008 var alveg rosalega viðburður í mínu lífi og nú veit ég reyndar í dag eru núna konar kynslóðir sem að þú veist bara eru bara eitthvað, finnst það bara eitthvað ótrúlega gamaldags leðilegt. Þetta bara svo að tala frostaveturinn mikla árið 1918 eða eitthvað en ef við hugsum þú veist síðustu kannski 10-20 ár þá held ég nú að MeToo og allt þetta sem hefur gerst, ég meina stórt og smátt beauty tips byltingin á Íslandi og allir þessir viðburðir, ég meina þetta eru kannski á endanum svona mestu svona konkrét þú veist framfarirnar sem hafa á endanum orðið þú veist þó að allar baráttur séu merkilegar skilur þá það samt sem maður alveg ljóst að þarna er orðið alveg rosalega raunveruleg hugarfarsbreyting sem er raunveruleg bylting og að halda áfram En það ekkert það sem ég að hugsa að við á meðan við erum þú veist, setjum orkuna í að vera þakklátt fyrir þessar byltingar og njóta ávöxtana og halda baráttunni áfram að við séum líka á varðbergi gagnvart stéttaskiptingunni sem við sköpum með áframhaldandi þátttöku og bara vinnum markvisst gegn henni af því að obviously. Já, ég bara hjartanlega sammála og ég sé þetta sjálfur hafandi verið að vinna náttúrulega núna síðustu árum mjög mikið með láglauna konum í Eflingu og mér finnst það mjög áhugavert því nú maður verið mjög svona virkur í félagsstarfi og ég held að þú veist innan Eflingar sem félags hefur það til dæmis orðið svo breyting að það ekki þú veist, ég held að sé ekki sanngjarnt að segja að þar sé endilega neitt svona mikið kallaveldi í gangi lengur, skilur. Og þá skulum við hafa í huga að Efling og hefur dálítið verið talin vera svona arftæki, þið vitið, Dagsbrúnar og Guðmundar Jaka og eitthvað svona sem náttúrulega mjög fyndið í ljós þess að Efling ekkert bara arftæki Dagsbrúnar og Guðmundar Jaka, heldur líka sóknar og framsóknar og þetta voru kvenna stéttarfélög sem
sameinuðust til þess að búa til Eflingu. Í rauninni það fáránlegt að inn á skrifstofum Eflingar bara eitt risastórt málverk af svona gömlum leiðtoga og það náttúrulega Guðmundi Jaka, sko. Það ekki af, konunum sem voru formenn í Sókn eða Framsókn. Það mjög svona, það komið tíma á það að fara að rífa niður þá styttu, skulum við segja, eins og verið að gera sem staðar í heiminum, sko. En ég held til dæmis að kúltúrinn núna í svona félagslegu starfi félagsmanna í Eflingu hefur náð að vera ótrúlega laus við svona toxic masculinity rögl og þegar svoleiðis kemur upp þá það eiginlega bara svona svolítið bara púa niður, konur eru orðnar bara mjög fjölmennar og sýnilegar og eru yfirleitt, sko, það eru þær sem ráða frekar en kallandir jafnvel eitthvað af því þær bara mæta betur á fundina og svona. En ég var að spá, mætti ég aðeins tengja við, ef það tækifæri, við svona aðeins að tala, hvar svona kannski líka von fyrir okkur í fleiri atriðum. Þú veit ekki á því? Því ég fór nú bara að hugsa sko, bara svona hinn stóra heim. Að mér finnst það alltaf mjög frískandi þegar maður verður svona mest deprimeraður af ömurleikanum á Íslandi. Að svona taka aðeins hausinn sko upp úr þeirri fötu og lítið kringum sig og njóta þess að það náttúrulega til svo margir góðir sko fjölmiðlar á ensku sem að færa okkur sko fregnir, af því sem alls konar áhugaverðar hreyfingar að gera, út allan heim. Og það náttúrulega bara til dæmis Suður-Ameríka algjörlega bara inspirational dæmi, skilur, það rosalega gaman að fylgjast með því hvernig sko, hreyfingarnar þar, ég meina þeim að takast að, endurnýja sig og halda áfram og lifa þrátt fyrir alveg gríðarlega mikla andstöðu og og ég meina hvað nú það eru viðskiptabönn og það verið að sviðsetja hluti og upplognar sakir kosningasvindl og hvað nú skiluru, öll þessi íhlutun. En þessar hreyfingar eru ennþá bara í fullu fjöri og að ná stórkostlegum sigrum í kosningum í Chile og í Peru og og að halda velli í Bólivíu, að halda velli í því landinu sem maður helst ekki nefna sem Venezuela. En þessum staðreyndin sú að ef Maduro heldur ekki velli í Venezuela þá við náttúrulega bara að fara að fá einhvern Bolsonaro þar sko. Þannig að Maduro náttúrulega ekki fullkominn en valkostirnir eru bara þeir sem þeir eru og við sem vinstrimenn eigum auðvitað bara að styðja það að vinstriöflin haldi velli þar sem þeir eru. Og svo náttúrulega heldur auðvitað líka áfram þessi barátta í Bandaríkjunum þó að hún sé kannski komin núna í svona hún svona vissulega að stoppa svolítið núna momentum í kringum Joe Biden og það allt og það svona kannski nokkuð ljóst að kannski hann bara svona svolítið eiginlega búinn að klára núna sitt púður sem einhvern svona hann búinn að ná eins langt og hann mun ná mögulega bara í því að gera progressíva breytingar þar í landi. En það samt sem á svo margt í gangi þar sem áhugavert fyrir okkur að skoða, til dæmis í verkalýðsbaráttu. Það algjörlega verið að sko reinventa verkalýðsbaráttu í Bandaríkjunum núna sem bara stórkostlegur hlutur til þess að fylgjast með. Og þannig að það er svo sannarlega von fyrir okkur og ég veit ekki hvort að mig kannski segja bara svona vinstri grænur náttúrulega bara svona dauð. Þannig svona ákveðin partur á svona gamla vinstrinu sem kannski bara deyja og Ögmundur Jónasson núna búinn að skrifa þessa löngu bók sem kannski bara svona minningagrein VG, skiljið, og það verður þarna til, nýtt pláss fyrir okkur og ég meina sósíalistaflokkurinn hann fáránlega öflugur, og hann hafi ekki uppskorið í kosningunum eins og hann átti að gera, en hann með raunverulega grasrót, með til staðar og mætir og tekur þátt og hann með, snjalla fólki, snjallu hugmyndirnar og allt það. Samfylkingin bara í ágætismálum með Jón Pál og Kristrúnum með það sem verið hefur á síðustu árum og getur bara virkilega held ég sótt fram. Þannig að eigum við ekki líka að reyna að vera bjartsýn á nýju ári og reyna að halda baráttuna áfram. Það sem að gefur við Gunnars Már alveg tengingunni. En af því tilefni, fyrst við erum í flokkapólitíkinni þá langar mér bara líka að segja, nú get ég ekki, það ekki til sú stjórnmálahreyfing sem að ég gæti einhvern veginn kosið með hreinni samvisku. Það eru 2 skipti sem ég hef mætt á kjörstað og liðið alveg brjálæðislega vel með. Annars skipti var þegar að mér tókst 2018 að kjósa actual kvennaframboð í borgarstjórnarkosningum og hitt þegar mér tókst að kjósa Elísabetu Jökuls í forsetakosningum.
þá var ég með svona hlýtt í hjartanu inn í kjörklefa, annars það venjan. Ég geri þetta yfirleitt með einhverju óbræði minni. En ég ljósi þess að bæði Samfylkingin og Sósíalistaflokkurinn eru með sína fínu fulltrúa hér og langar mig líka að hjá Pírötum á þingi eru Andrés Ingi og Arndís Anna framúrskarandi frambjóðendur og manneskjur. Bara vegna þess að það bittar ágætlega inn í akkurat þannan hóp að minnast á það. Og vissulega eru þau vinir mínir og allt það, en svo. Komin aftur Smári? Nei. Það frost. Það gríðarlega vandamál. En Jóhann Páll, má ég spyrja þig, ég meina eins og inn á þinginu núna, ég meina hvernig gengur að þú veist að mynda, sér þú eitthvað sem að gæti, þú veist, orðið til þess núna þessu kjörtímabili að það verði til þar núna, eitthvað sem geti orðið, þú veist, svona kveikur eða vísir að, þú veist, einhverju öflugri, jafnvel vinstri blokk sem geti skilurðu formlega eða óformlega farið fram í næstu kosningum og unnið, skilurðu mig. Og það verður náttúrulega mjög mikið á samböndum að fólk, þú veist, tali saman, vinni saman og svona. Hvernig finnst þér það vera? Já, ég meina það sem fyllir mig svolítið bjartsýni er einmitt að þessi flokkar í stjórnarandstöðu, bara fyrir utan miðflokkinn sem lætur svo sem ekki mikið sjá sig bara yfir höfuð, þá við höfum bara verið að vinna mjög vel saman og svona náða að stilla saman strengi og það hefur svona skilað aðalega bara svona tákgrænum smá árangri. Ég meina, við náðum að knýja þarna fram þessa eingreiðslu fyrir öryrkja og svo 250 milljónir í niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu. Þetta er svona, þetta er engin varanlegir sigrar, en þetta er svona tákgrænt og bara mikilvægt. Og þetta er eitthvað sem stjórnarandstaða vann ekki svona vel saman á síðasta kjörtímabili og þarna eru jafna ólíki flokkar og sko Flokkur fólksins, Viðreisn, Píratar, Samfylking. Þannig að jú, ég meina þessi ríkisstjórn sem er núna, þetta er ofboðslega hörð hægri stjórn sem stjórnar landinu núna og ég held að mér finnst það kannski ekki hafa náð ekki svona kannski náð alveg í gegn nógu vel í umræðunni sko. Ég meina bara eins og þetta að þau eru núna að stefna að því að draga saman útgjöld ríkisins sem hlutfall af vergri landsframleiðslu þannig að sko ríkisútgjöld og umfangins opinbera verður bara minna núna í lok þessa kjörtímabils heldur en það hefur nokkuð tíma verið á þessari öld. Þetta er bara svona svolítið thatcherísk stemning sko. Og við sjáum það í þessum fjárlögum núna sem að verið að samþykkja. Það er alveg ofboðslegt svona kostnaðar aðhald og ef eitthvað þá eru vinstri græn svona hörðust á þessari aðhaldsstefnu. Það er í rauninni eitthvað sem kemur mér svolítið óvart að í kosningunum þá reyndu þau oft svona svolítið í kosningabaráttunni þá reyndu þau oft að svona skilja sig svolítið frá kannski Sjálfstæðisflokknum og Framsókn, en svo eftir kosningarnar inn á þingi þá í rauninni skynja ég frekar einhvers konar einhverja félagshyggju hjá til dæmis Framsókn og hjá stöku sjálfstæðismanni heldur en hjá VG sem bara lifa sig svona fullkomlega inn í það hlutverk að vera hækja fyrir Sjálfstæðisflokkinn og hægrið sko. Og líta á það sem svona opaslega ábyrg opaslega ábyrgðar hlutverk og þannig að sko þannig að ég held að það sé opaslega mikilvægt að við svona ég held að mistökin svolítið á síðasta kjörtímabili hjá stjórnarandstöðunni hafi verið að einhvern veginn líta alltaf svo á að þetta væri bara svona tímabundi hjá VG, þetta væri einhver svona tímabundir furðulegheit að þau væru raunverulega með einhvern veginn með hjarta til vinstri sko. En ég held að ef það er eitthvað sem bara hefur sannast núna þá er það bara það að þetta að þarna líður flokknum best. Ég meina, við sjáum líka bara hvað VG líður miklu betur í stjórn með Sjálfstæðisflokknum heldur en þeim leið með Samfylkingunni eftir hrun sko. Það er bara
þetta allt annað einhvern veginn. Þannig að ég held að við verðum bara svolítið að, ég meina, oft kannski kemur eitthvað frá flokki fólksins sem manni finnst alveg agalegt, en ég held að maður verði bara svolítið að venjast þeirri tilhugsun að kannski munu flokkur fólksins og Samfylkingin einhvern tíma bara vinna saman í ríkisstjórn. En hvað segið þið hin, sko, hvað segið þið hin með Vinstri græn? Eru Vinstri græn bara búin að vera? Ég sé ekki, ég er búin að vera grenjandi núna í meir en 4 ár að reyna að fá atkvæðinu tilbaka. Ég veit ekki hvað þessi stjórnmálahreyfing stendur fyrir. Ég bara veit það ekki lengur. Og hún var problematísk fyrir mig í mjög langan tíma fram að þessum niðurstöðu þessari kosningar 2017 og stjórnarmyndunar viðræðunum sem komu í kjölfarið. En eftir það, þá er ég bara algjörlega týnd. Ég veit ekkert hvaða stjórnmálahreyfing þetta er eða hvað hún telur sig standa fyrir. Ég veit ekkert hvað þetta fólk haldi, ég bara... Hvað segir þú, Unnur? Hvernig sér þú VG? Ég meina, ertu sammála þessu? Er þessi flokkur bara búin að vera? Ég get eiginlega sagt bara ditt við Hildi, sko. Þetta er bara búið að vera sárt að horfa upp á hvernig flokkur sem að ég samsamaði mig fyrir, 6-7 árum, bara, já, það höfðu ekki til mig lengur. Ég skil ekki hvað þau eru að gera, ég skil ekki neitt. Ég veit ekki hvað pólitík þetta er. Ég veit ekki hver pólitík Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er. Það verst er með þetta horfa upp á fólk sem maður hafði mikið álit á, trúðið mjög fast á og allt í einu virðist það bara vera einhvern veginn bara í einhverjum pólitískum samkvæmisleik, finnst manni. Ef þið afsakið orðalagið. Ef ég má aðeins bara bæta við, ég er algjörlega sömu línu en það sem að velti fyrir sig, sko, er þetta svona, segja þau við sjálfa sig, það er svo gott að hafa svona statesman, woman í þessu tilfelli, einhver svona sem er, svona pragmatist, en ég næ ekki að því að, sko, svona, það er örfáu vinkonu mínu sem hafa verið að halda með VG núna bara ennþá, sko, síðasta kjörtímabil, einhvern veginn, mér fannst þetta svona aðeins þeirra rök voru raun og veru alltaf þau að það er svo gott að hafa Katrínu vegna þess að hún dekka. Ok, það er sjónarmið, ok, ekkert mál, ég meina ekki kannski eitthvað sem ég er sammála, en þær segja, en svo spyr ég það nýlega aftur núna fyrir stuttu eftir þessa kosningar og þessa stjórnarmyndun, þessa nýju stjórn, og þá er það svona, ok, geta ekki alveg sko sagt það sama, af því að sko hversu vont þurfa hlutirnir að verða til þess að bara það að hefur einhverja svona flotta manneskju á toppnum, hverju breytir það í raun? Svoleiðis að ég svona einhvern veginn hugsi yfir sko hvað þau segja við sjálfa sig. Þetta fara að minna maður svolítið á eins og varð á endanum sko með Obama. Hann var svona, hann hafði svona yfirborð þess eða ásýn þess að vera út af því náttúrulega bara hver hann var, út af því hann var svartur og allt það sko, þá var hann svona þetta tákn sko. Og mér finnst svona eins og að forystan hjá VG sé orðin, bara fyrst og fremst táknræn, sko. En svo þetta líka kannski, ef maður aðeins tekur upp hanskan fyrir þau, sko, að þá náttúrulega, þegar það var talið upp úr kossunum í síðustu kosningum og kosningunum þar á undan, það var náttúrulega ljóst og það var kannski engin auðveld leið, það reyndist ekki vera auðveld leið að búa til, vinstri meirihluta og kannski, voru má segja kannski að Píratar hafi kannski líka verið svona pínu, kannski ekki gert þetta auðveldara heldur en, eða kannski gert þetta erfiðara en það hefði þurft að vera með því að stíga fram og setja strax einhver mál sem einhver algjörlega ófrávíkjanleg skilyrði og eitthvað. Er þetta 2017 núna eða núna síðustu kosningar? Æði bara. Já. En ég veit ekki, en ég meina... Mér finnst þetta eiga við 2017, en mér finnst alls ekki þetta eiga við núna, sko. Því ég meina, núna alveg augljóslega hægt að mynda félagshyggjumeirihluta. Já. Og það líka hægt að mynda svona miðju meirihluta án Sjálfstæðisflokksins, svona frjálslynda miðju meirihluta hér.
Þannig sko... Þetta alveg rétt hjá Jóa. Mögulega hafði þetta verið vandamál 2017 en núna hefði Framsókn, Íhald og VG þess vegna geta gengið bundin til kosninga. Þau ætluðu sér aldrei neitt annað. Það var aldrei... Við sáum bara að þeim datt ekki í hug að ég meina VG og Framsókn, þeim datt ekki í hug að líti kringu sig til annarra flokka eftir kosningar sko. Og það þrátt verið að hafa einmitt keyrt kosningabaráttuna á sko því að fjárfesta í fólki og VG vildi auka jöfnuð og ble. En það var samt bara aldrei neitt annars að góð til greina hjá þeim sko. Nei, þetta er bara svona þess að ég fór bara að spá sko að þú veist, ég meina það sem flokkar kannski gera sko, eftir að búa að telja upp á kössunum sko, þá fer að staða þessi leikur sem mér svona pínu sér íslenskt fyrirbæri, þetta er náttúrulega ekki svona á Norðurlöndunum og víða það sem eru svona fjölflokka fyrirkomulega þá er eitthvað commitment fyrirfram, þú veist, það er eitthvað blokk sem bara stendur að fellur, en það er aldrei þannig á Íslandi og þá getur, þú veist, hver og einn flokkur byrjað einhvern veginn að reyna að hugsa svona, ó nei, nú verðum við bara að fara að reyna að svona fara í einhverja skaðamingun og einhvern veginn semja í raun og veru það hver hafi verið sigurvegari eða tapari kosningana og mér langaði að vekja athygli ykkar á því að hann Stefán Ólafsson skrifaði fjandi góðan pistil núna á árinu sem að kom á Kjarnanum held ég, sem var það að bara íslenska svona stjórnmálamenningin, þú veist, eigi bara reyna bara að breytast að þessu leyti, sko, það eigi bara að fara í það, flokkarnir eigi bara frekar að telja það vera skyldu sinni, ekki það vera eitthvað að lágmarka skaðan fyrir bara sjálfa sig og sína kjósendur, skilurðu, þú veist, eftir kosningar. Heldur að það sé skylda þeirra vegna þess að ég held að þetta sé líka viðhorf mjög margra kjósenda. Þú veist, þeir vilja geta kosið svona taktískt, þeir vilja geta kosið með eitthvað svona endingar útkomu í huga, en eins og staðan er í dag þá er það ekki hægt. En þetta er eitthvað sem krefst ákveðin svona aga og fórnfýsi vegna þess að þá þarftu náttúrulega raunverulega að sætta þig við það. Þú veist, ef það er vinstriblokk sem næri ekki meirihluta, þá náttúrulega þarf að sætta sig við það og þá náttúrulega geta slæmir hlutir farið að gerast, raunverulega alveg damage sem er hægt að gera, þú veist, á einu kjörtímabili ef að hægri öflin komast, en á móti kemur að þá náttúrulega kannski er það líka spark í rassinum kjósendum sem að, þú veist, kjósa þá næst, eru þá aðeins búin að fá að smakka á því, heyrðu, býtu Viðreisn var bara kannski ekki alveg eins meinlaus, þú veist, flokkur og við heldum og eitthvað svona sko. En þú veist, þetta er svona spurning kannski svona aðeins meira hugrekki í stjórnmála þessu leyti. Mér finnst alltaf ömurlegt að sjá þetta gerast eftir kosningar. Hver og einn fer bara að reyna að semja. Þetta segir mjög mikið það er ekkert kjósendur sem stjórna kosningum. Við útilokuðum náttúrulega samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn og ég veit ekki hvort það vann gegn okkur eða gagnaðist okkur í kosningabaráttunni. Þetta þótti voðalegu dónaskapur eitthvað og bara mjög heiðarlegt, bara mjög aðdáunarvert og heiðarlegt og gott og þetta gerir sósíalistaflokkurinn líka. En það er líka svo merkilegt það sem gerist síðan eftir að þau búið að telja upp á kossunum og Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn og VG eru augljóslega ætla sér í áframhaldandi samstarf, þau hafa efnað í með þingmannafjölda og þau eru bara going for it. Þau eru spurð bara fyrstu dagana eftir kosningar hvað sé nú að frétta í þessum stjórnarmyndunarviðræðum, hvort þau sé eitthvað farin að ræða stólaskipti og það er alltaf bara nei. Og þetta gerist í hverjum einustu stjórnarmyndunarviðræðum og meirihlutaskiptum í borgarstjórn, alltaf. Það er bara alltaf hlegið, bara glæðan, við erum ekkert að fara að ræða það strax. Þið skilur ekki, þetta er svo mikið líf, við veitum öll að þetta er líf, þetta er það fyrsta sem þau ræða, alltaf. Og þau héldu áfram að segja þetta sko í margar vikur núna. Það var ógst að fyndið. Þau ætluðust til þess að kjósendur tryðu því að það væru liðnir 2 mánuðir nánast án þess að þau væru byrjuð að ræða stólana. Enginn byrjuð að ræða hver að það hvað er áþæra. Að tala við okkur eins og við séum hálfið. Ég, þú veist, Herru, en það er hérna fyrirgefðu Hildur, já, það sem að við hefum víst að fara að slúta þessu Gunnar Smári bað mig að aðstoða við það. Ég var bara að spá, ættum við kannski áður en við slúttum að bara heyra örstutt, þú veist, hvað við höldum að gæti allt eftir að gerast í gott eða jákvætt fyrir okkur sem, þú veist, í þeirri baráttu sem við erum í við erum vinstri menn, jafnréttis sinnar, hvað sjáum við, þú veist, sem gæti verið jákvætt sem að gæti eftir að gerast á þessu ári sem að núna er að fara að koma. Má ég byrja á þér, Guðrún Margrét?
Já, þar sem ég nú líka að vinna hjá verkalýðshreyfingunni að þá einmitt sko var ég inspirerað á því tali sem þú varst með áðan Viðar í sambandi við að sko efla fólk, bara þú veist efla fólk til að vinna í sínum málum, vera þú veist vinna í grasrótinni, komast til valda og áhrifa og þá er ég sérstaklega náttúrulega að tala fólk af erlendum uppruna sem upplifi sig sannarlega, þú veist allavega svona með við það sem ég tala við og fólk upplifi sig mjög jaðarsetta í íslensku samfélagi, ég ætla bara að fullyrða það, eiginlega bara einhvern veginn nánast allir sem ég tala við erlendum uppruna og það upplifi sig sem óbúslega mikið second class. Svoleiðis að ég held að við þurfum bara að fara að vinna miklu meira með fólki af erlendum uppruna og við femmarnir, við þurfum að, þið vitið, vinna með þeim miklu meira, þú veist, ofbeldi gagnvart konum og vinnumarkað af erlendum uppruna hryllingur, eins og MeToo-sögur hafa leitt í ljós. Þannig að ég myndi segja svona mín persónulega vinstrimennska finnst mér ég ætti að vera mínum kröftum best varið í að einhvern veginn svona aðstoða við og vinna með fólki í svona einhvers konar valdeflingu, þið vitið. Ok, flott, takk. Hildur, hvað segir þú? Ég á rosa svipuðum nótum og ég fann að ég ok, nú ég að fara að segja hræðilegt. Ég inspíreraði sjálfa mig mjög mikið. Það ekki leið. Með, sko, þetta með stéttskiptingu meðal þolenda. Ég hef verulega miklar áhyggjur af henni og mig langar til þess að kvenfrelsis baráttan í þessu samfélagi á komandi ári nái því markmiði að sko einhvern veginn sameina ólíka jaðarsetta hópa og búa til plattform fyrir þolendur sem eru kannski misvel í stakk búnir til þess að lýsa sínum raunveruleika. Ég veit ekki alveg hvernig það útfærslu atriði en ég svolítið spennt fyrir því að á komandi ári getum við fundið leiðir til þess. Og verið intersectional. Alltaf. Alltaf, always. Það minnir mig á þetta merka konu sem að lést á árinu, Bell Hooks, sem að skrifaði náttúrulega svona alltaf á þeim nótum, sko. Við getum kannski haft sér þátt það, þú veist svona ýmsir sem að kvöddu á árinu. En Jóhann Páll, þú hefur bara 1 mínútu held ég, eða 2. Já, ég ætla bara að halda áfram þá á svipuðum nótum og Guðrún og Hildur. Ég ætla bara að leyfa mér að vona að einmitt til dæmis verkalýðshreyfingin nái að knýja fram einhverja jákvæða breytingar til dæmis á húsnæðismarkaði, bæði á næsta ári og þar næsta. Þannig að það eru kjarasamningar. Já, í kjarasamningum og náðu þá að knýja fram bæði góða samninga og þá einhverjar svona struktúrbreytingar líka, að það verði eitthvað sem bara ríkisstjórnin og stjórnvöld komast ekki hjá því að koma til móts við, og að þá veit ég að stjórnarandstaðan bæði inni á þingi og utan þings leikið bara mikilvægt hlutverk líka. Og eins í loftslagsmálum til dæmis, þóttu séum ekki með mjög metnaðarfulla ríkisstjórn þar, þá bara vona ég að svona sterk grasrótarhreyfing þar geti knúið eitthvað gott fram. Ég ætla bara að leyfa mér að vera bjartsýnn, sko, og eins þegar kemur að kvenfrelsismálum þótt við séum með Jón Gunnarsson í dómsmálaráðuneytinu, Já. Akkurat. Skemmti ættu við að halda á svona bjartsýnum jákvæðum. Nei, við verðum náttúrulega að vera að raunsa líka. Því ekkert annað. Hvað var aftur sagt hérna? Optimism of the will og pessimism of the intellect. En já, Unnur, hvað segir þú? Við þurfum bara að beita hörku. Við þurfum að beita hörku, það er rétt. Hvað segir þú, Unnur? Ég bara alveg brjálæðislega spennt fyrir að halda áfram að fylgjast með MeToo-bylgjuna því hún náttúrulega bara rétt að fara af stað. Og það sem mér að því okkur hefur orðið svolítið tíðrætt sko hverja þeir eru sem fá að tala, að mér finnst einmitt
núna loksins að skapa svolítið rými mitt fyrir mismunandi raddir. Vissulega náttúrulega hafa þeir og þau meiri völd sem eru góði að segja frá, sem kunna að segja góða sögu, en það bara, mér finnst ég vera að sjá út allt, bara miklu fleiri, allt öðruvísi raddir heldur en áður, raddir sem eru kannski ekki endilega að fylgja einhverjum ákveðnu díalóg, fólk sem að þora að tala innan þessa samhengis á þess að kunna hugtök, bara, mér finnst það dásamlegt. Og svo líka, ég náttúrulega vinn rosalega mikið með unga fólki og unga fólki okkar dásamlegt, þannig að hverju einasta ári þá hugga ég með það að núna sé kynslóðin orðin ári eldri, þessi árgangurinn ári eldri, það nýtt fólk að koma upp að því að unga fólki okkar frekar dásamlegt. Þau eru miklu betri en við, klálega. Þau eru bara miklu betri en við. Þannig að eitthvað tókst okkur að gera rétt. Ég tók eftir að þegar Gunnar Smári var að kynna okkur þá sagði hann að Jóhann Páll væri kornungur. Þannig að Jóhann Páll svona fulltrúi unga fólksins sem við byttum vonir við. En já, Gunnar Smári í rauninni bað mig að taka að mér að afkynna og slúta þættina. Það voru tækni erfiðleikar í stúdíónu, en ég held að þetta sé bara flott hjá okkur. Hefur við ekki bara vinka að segja takk og bara gleðilegt ár til allra að fylgjast með. Bara gleðilegt ár, takk fyrir spjallið, frábært að sjá ykkur. Gleðilegt ár, þetta var gaman. Bye. Bye.